30. desember og FM 95 Blöður hafið göngu sína á köldum en ágætis föstudegi, Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. Við erum með fullan bát í þessum síðasta þætti ársins. Örugglega margir hugsa, nei, ekki er að vinna á Þorláksmessu og í dag. Jú, það er rétt hjá okkur. Það eru vinnuralkar mættið til vinnu. Ég ætla að byrja á fyrirliða þátturins Egill Einarsson, hvað næstu? Sællutu. Ég bara man ekki hvernig ég var betri. Nei, það er eitthvað gýr í okkur. Já, sko, ég finna sko, þegar ég vaknaði Ég er í meiri gýr núna heldur síðasta fyrsta. Það er áramóta konceptið, við erum að loka ég var að segja mixed feelings ári. Mixed feelings, er þetta ekki bara búið að fínasta ár? Jó, ég tala fyrir okkur, en síðan eftir með verðbólgu, stríð og allt þetta ógeð sem er í gangi. Já. Það byrja frábærlega, COVID og druslið, allir svona að sammála það, þetta er bara eitthvað flensa og öllum sétu öllu sama og byrja allir bara að gera þetta frábært. Sér fyrir við það að Putin ruslið okkur er að ráðast inn í Ukraine, en síðan ef við gleymum því aðeins, helviti gott ár í rauninni. Þetta er hell of a time. Erum við ekki bara brattir? Þetta er ekki þannig þáttur að við förum yfir það neikvæða. Við reynum að hugsa alltaf að jákvæða. Við stöldum stutt við neikvæða hlutina. Við tölum ekki mikið um Putin. Þegar ég vaknaði í morgun og sá -20 Já, enda sagði ég á þessum kalda en ágætis föstundi. Já, það er rosalega. Það er viðbjöður. -20? Já, það er alveg kuldi. Það er svona bíllinn Sko, ég fer með strákana á leikskóla og bíllinn er orðinn kaldur á milli. Þú veist, þú hoppar inn með hann og kemur aftur út í bíl. Já, það kælir bara á 5 mínútum. Já, það er alveg kuldi. Steinþór Róar, markaðasti leikmaður þáttarins. Ertu jafn góður og fyrirlið? Ég er bara fyllandi góður og fróðandi fínni. Það er nokkuð ljóst. Já, það eru svona ákveðin litli jól upp í Mosbæ í kvöld. Svona vinna ópera hittast. Það er enn eitt rallið á þér, maður. Nei, ég myndi ekki segja það. Maður fann að áhyggjur af gallinum. Desember er alltaf blautur. En ég myndi segja að þetta væri nei, þetta er nú bara tveir og heim. En með Mosógenginu þessu var heitur góð. Það er beskilins ég var að fyrir hitta 550 sögreglingana og segja að ég kemi heim eftir 2. Never gonna happen. Ég er ekki að gera sko. En er næst besti fastensæði landsins Svanþór Einarsson að fara að mæta þetta? Ég minnst það ekki ólíklegt að hann verði þetta mættur á barni í kvöld. Já, heldur hann enda að drekka með röri af þingu? Já, sko á morgun. Nei, gamlás, það er allir, þú voru feskur og gamlás. Feskur og gamlás, maður. Reynda talandu gamlás, það er nú bara spáð því að fólk get ekki komið sér heim eða fyrir í matabóð hjá fólki. En er verið að ljúga okkur? Fólk vilja ekki að við sem að hella í okkur og sem að vera að fylla okkar af shit. Já, líka gæti verið að því að fólk vilja ekki að skjótir upp. Já, fólk er með ekki bara blow some shit up. Það er vel í fólk bara hér á klakanum ef úti það er. En sko, þessi með það, aðrir eru. En strákar, það er spáð bara einhverju hræðilegu dæmi á morgun og ég bara tók líka eftir því þegar vorum að labba hérna yfir í hús bara núna fyrir 10 mínútum. Þá er fólk byrjað að sprengja. Það er eins og fólk sé að fara að sprengja í kvöld. Það hefur alltaf verið. Úlingar og svona eru byrjað heldur í alvörna sé bara fullorðið fólk og fjölskyldur hérna í Laugardalnum byrjað að sprengja út af vondri spá. Ég sá að það var alvöru terta í gangi. Er þetta fyrstu áramóti einstendi? Nei, það var alvöru terta. Þetta er alltaf verið svona. Það er verið blakkátt í flest öllu sér áramót sko. En það ángríns, í kringum mig er fólk byrjað að tala um að það er að sprengja í kvöld eða sprengja sprengjur eða ekki, bara flugvelda eða ekki, tala það. Jú. Ok. Nei, bara sprengja hátteginu. Nei, bara að tala um að sprengja í kvöld. Það er engin það er engin að sprengja í hátteginu. Þú sprengdir í hátteginu eins og please, ekki byrja þetta. Við sportum sinni og kýtur mig og jöpa. Voru ekki bara að semja um að þú færð það bara þína 10 mínútur í spurningakefni Gilsarans, annars er þetta bara nokkuð þroskaður og fallegur þáttur. En það er samt hálfsorglegt að blöðurum að mæta og monta sig á því við félagana. Ég var ekkert að monta mig á það. Hann myndist á þetta casual þeirindar sko. Það var ekkert hvað heldur ég alveg. Ég hef bara komið skælbrosandi bara hei, hörðu það boys. Sprengti á þeirinu. Þetta barst eitthvað. Það var ekki talið sko. En það er bara bakið. Já, það líka hefur ekki gerst síðan ég sagði þér það. Því að þetta stæðir ekki það fyrir mér í þessum þætti. Ég er ekki eins og að grínast. Ég sverða bara börnum mín. Það hefur ekki gerst síðan. En að sprengingum sko meina að sprengja flugvelda. Er ég ekki að fara að sprengja tertum eða annað kvöld? Ekki ef hún fíkur og ég var fjalli líka. Ég hitti nú bara hérna rétt á hann á göngunum hérna okkar bestu Ósk sem er að vinna hérna á stöðinni og hún sagði við mig að hún væri og þau ætlaði að sprengja í kvöld Blöndal, það er bara hann. Það er aðsmjöld það sem ég heilt Ósk. Þú ert
þá frekar, ég ekki að grínast, þá frekar sleppur því að sprengja. Þú sprengja flugvöldar til að sprengja burt árið. Konceptið að það áramót og nekur í liðis og gaman að einn heimaður í kvöld eða í hátir. Ef það væri einhver að sprengja því fyrir neðan og strákarnir fættan að svo, ég myndi fara, ég er ekki alveg komið þangað. Ertu orðið sá gæi? Það er byrjað að fara í töðunum mér, já. Já, veistu það, ef einhver að sprengja rakettur í kringum áramót í hverfinu, ég myndi aldrei labba á verið eitthvað, afsökið. Nei, það myndi ég aldrei gera, en þú veist að fara að taka tertunin og allt sem þú ætlar að taka annað kvöld og að fara að gera það í kvöld, þá myndi ég spyrja bara, er ekki lagið með þig? Hörru, það er svo slæm spá, já, hverjum er ekki fólk saman? En hvað ætlar að gera og getur ekki sprengt á morgun? Þá bara sprengja á 13. 13. Já, veitu hvað, 13. er óslega vannmetinn dagur að mínum mati. Já. Mér finnst að fólk eigi í rauninni að geima alltaf besta, já, bara taka smá á morgun og geima fyrir 13. Og með mat líka vera með bara eitthvað þægilegt á morgun og fína mat á 13. En gæti þetta ekki verið manure? Þú veist, það sé bara fínt skegn á morgun og þetta er eitthvað... Samt, það er eiginlega ótrúlegt. Ég held að það er heiðskipt á morgun. Það stendst eiginlega alltaf þegar það er spáð viðbjóð en aldrei þegar það er spáð blíðu. Þegar það er sagt bara að það verður 18 hiti á morgun bara get your swim Svo veðurfræðingar, ég ætla ekki að vera leiðilegur, þetta er að hísja upp sig nú. Nei, já. Það verða munið svo, við vorum með giggið á Sjallanum og við vorum ekki að gera raskatan, við vorum með þáttinn svo ekki gera neitt. Ef einhver veðurfræðingur satt okkur strákar, það verður líklega ekki fært á morgun. Ég mæli mig að fljúga í dag, þá þau flóið á fös. Sátum á Reykjavíkurflugvelli í 4 klukkutíma. Nei, lengur, 4-7. Allavega komumst til lagur. Engin veðurfræðingur sá fyrir að það er slæm færð. Manstu að Steindi vildi leggjast það keirandi og þú sagði no. Það var ágætið svo róttök, svo á flóið. Já, ég... Mástu það trólaði okkur hann inni? Mér finnst ekki það því að... Það var reyður líka. Mér finnst ekki það því að keira maður. Herru, en veit ég hvað? Strákars. Það var svo svart því að hann laðast að það verður aldrei flóið. Til leggjast það keirandi bara í háttegin. Nú er Egill, ég veit hann er komið leigubílstjórna eftir sér. Nú er hann komið veður. Ég er ekkert að lítið með þetta er fagleg gagnrýni og veðurfræðingin sko. Af því mér finnst þetta bara ótrúlegt þessi fólk sem að nenn að standa í því að spá fyrir okkur. Eini gæinn sem virðist vera með allt upp á 10 er Siggi Stormur. Já, hann er með Ég hef ekki séð að skýta. Hefur hún einhvern tíma komið með okkur spá og hún ekki staðist? Nei, hún stendst. Hefur hann komið eitthvað nýlegt? Já, hann er smá pressa og hann er engileika. Það voru alls konar trúðar í fjölunum núna að segja að þú getur ekki skotið á morgun og Hvað segir Stormurinn með morgun? Akkur ringi við hefum þetta ringi Stormurinn. Eini gæði sem getur svarað þess að morgun er Stormurinn. Herðu, en sko, já. Nei, þetta er alveg rétt sko. En þú veist, gefum okkur, ég ætla bara, þá er þetta bara 13. Já, nei, þetta verður, ok, vestafalli. Ákveður ekki nýjás? Ákveður ekki taka bara nýjásdag og borða aðganga og skjóta raketum? Við þurfum að heyri Sigga Storm, bara gamli, getur sprengt á morgun, já eða nei? Eru þið svona reynskili, eru raketuperrar, eru það verslað fyrir hellingapenning? Nei, ég var það. Ekki bara, þegar ég var yngri þá var ég það, þá var ég alveg. Þú varst ekki að kaupa fyrir mikið pening, þú varst yngri. Nei, ég veist ekki, það var að búa til sprengjuna og kastaði mér í hús og hann þá keiftu við bara félagarnir fyrir peningana sem við áttum og eittum öll í það og vorum bara, en sko já, meira að tala hvort að menn svo eða 10.000 í þetta sko. Já, en á fullorðinsárum þá mjög, sko, dætu mínar, bara dóttir mín og tvær. Já, en yngri er svo lítil ennþá, hún er kannski núna að fara að fatta þetta ekkert í fyrra, en hún er ekkert mikið fyrir þetta. Ég þurfti að draga hann út í fyrra bara til að taka í raketu. Er þið bara einu áramótin? Núna, nei, við vorum einu fyrra út af COVID. Já, en annars núna þá ég er að gera þetta basically fyrir sjálfa mig og systur mínar og makka og stemning. Ég er ekki að gera þetta fyrir börni. Þú veist að það er party. Börni er líka fann að sofa. Hvernig var Ted upp í rúm? Ég ætla að reyna að hafa Ted og Matteo á morgun svona eins og pappi var í gamla dag, döðu fyrir skaup. Svona farnir niður 10, byrjar ekki skaupið halvvelli? Ekki. Ekki það að pappi minn hafi einhvern tíma verið það, en það er svo pælingin, niður 10. Það er gaman að vera döðu fyrir skaup. En sko, þú sprengir samt aðalega fyrir, þú veist, sprengjur aðalega fyrir börnin. Hvað með þetta að sprengja fyrir máðin? Jú. Hvað mennur? Það tala flugvelda núna? Já, flugvelda. Fyrir mér er þetta Lennur, please að hætta þitt. Það er bara að vera að tala um að sprengja flugvelda. Þú þarft ekki að spyrja okkur 10 sinnum sko. Ertu að segja mér að Skari, sem er bara fullorðinn maður, Skari verður ekki þarna, Grelli, máðurinn. Það er að segja mér að þú veist að komum bara fullorðinn maður til þín og þú segir... Og Skari er svili minn, ekki máður. Og þú blikkar hennar í eldur og segir, kæri máður, bara láta það vita að
Ég kefti góða tertu bara til að glæðja þig. Það gerist ekkert allt í bíómyndum eins og hjá þér sko. Það er þetta basically þannig að það komið miðnætti, hendum okkur út á götu, svo bara ég með alveg tertu, allir í stemmingu að skáli í kampaðinni og svo bara allt bila. Það er ekkert eitthvað að ég að blikka fólkin í eldhús, ég meina rosalega núna. En þú veist, þetta er samt aðalega fyrir krakkana. Það lítur að vera. Alls ekki. Ég held að rugglaðasta liðið sé bara fullorðnir, aðalega fullorðnir kallmenn frekar en ég er sem alls eru blowing some shit up. Ég er alls ekki að krakkandir Er Elli Máur þannig? Grelli heitir hann. Nú ef hann að hlusta sáður svektur úti. Elli Már Grelli, Gretar. Já, Gretar, þetta tala Gretar. Það er eitthvað ruggla. Ég hef sagt þið það að Grelli hlustar sko. Ég get lofa þér að Grelli, hann er ekki að mæta til þér á morgun fyrir rækjadundur. En ég skil þig. Nei, þetta er basically Það er skaupið búið, það er allir konni í gýr. Það er hundleðilegt að vera ekki alla. Ég er ekki gaur sem kaupið fyrir 10.000. Ég kaupi eina alvöru tertu og setja hann í gang. Og allir fagna og skála. Það er ekki gert fyrir börnin, það er gert fyrir okkur sem er í partíu. En krakkandi fá stjórnuljós. Það er líka -20, það er enginn bara að hanga úti. Þetta er bara út, kveikir svo tertu 200 sekundur, ein terta inn. Þetta er konseptið á morgun. Það er ekki hægt að brenna pening hraðar held ég en raketum. Jú, kannski eftir ég eldi því í brefinu. Og líka kasínó. Nei, kasínó, þar vandaði ég mig. Við eldum því í þessi bref og þau eru rauð. Já, við ætlum að halda, þau eru langir munið. Þetta er frábær áframönda. En talandu Grella, ég ætla að gefa hana það samt að þetta er glaðasti maður sem ég hitt á heimili. Ég hef aldrei hitt ég glaðan mann. Það er, sko, ég hef oft gert grína að Greta máum minn er eins og Alec Baldwin í Friends, fyrir þá sem að mun eftir því cameói. Hún finnst allt ótrúlegt og allt flott og allt bara gegn. Nei, vá, hvað þetta er flott hjá okkur hérna, hvað þetta er búið að skreita. Það er alveg sama hvað þetta er búið að skreita. Það minnir mér stundum á hann. Helvita er gaman að geta sett söguna. Mikið gott að fá henni heimsókn, það er allt geggjað hjá þér. Og líka sérstaklega þegar Rakel er búin að vera eitthvað erfið með eitthvað. Það er alltaf gott að fá pepp frá Gretari sko. Þú ert partí á morgun, hvernig er mæting? 11 í fyrramáli. Er þetta eins og jólun? Nei, ég veitir henni ekki, sko, ég held að Sigrún sé, ég held að Tengdó sé allavega að koma og kannski mín megin. Hvað er Júnión elda? Ég segi ykkur alveg, sko, ég er alveg honest með þetta. Við hefum ekkert verið að plana og pæli þessu mikið. Við erum með Wellington og fjölskyldan er velkomin. Við erum með kalkunabrengur, djöfull sem að það er gott með Turkey breasts. Hvað sósu ætlar að vinna með þar? Sveppasósu, svona hvíta sem er í rugg. Það er bara vatn í munnin maður. Ég fer í Wellington eins og Stonefucker. Nefnum ég veit hver eru komið heimsótt. Ég er ekki svo stendur, ég er ekki. Já, ég veit alveg hver eru komið herrð með þess að stendur ekki hugmyndu og kemur til Blackout Cuz, hann er hjá okkur á áramótunum. Í sloppnum. Já, vonandi í sloppnum. Kemur með nokkar einingar með sér. Í hvítri, svona með rauðum tappa og hvítflaska og Já, ég ætla mér ekki, hvað var hann alltaf með þessi þáttum eitthvað? Jello shot? Ég veit ekki hvort hann takir það með sér Hann býr til geggju Jello, sko. Það kemur líklega með smyrna og flösku en ég myndi aðtöku hvort að innsigli sé á. Það er alveg það, sko. En málega þegar hann kemur Ég get lofa þér í, sko, blöða. Farðu vallega í Jello-ina, því að þú veist að ég er ekki að fara að drekka Jello shot. Hvað minnur, ef hann kemur með Jello til, myndur ekki borða það? Ég myndi mest alveg taka 1. Já, því að þú tekur 2-3 Ég hef bara engan áhuga á því. Þetta er nefnilega, sko, þetta er gamla skvöld, hvað er þetta? Ég tekur hlaup. En það eru einingar í þessu, sko. Lítið Jello shot, hvað er það? Haskaka? Nei, það er bara landakaka. Landakaka sem mixa það? Er þetta ekki bara landa hlaup? Er ekki landi ólöfur? Já, ekki spyrja, ekki eru við að búa til landa Jello. Þú erst alltaf að auðvisa það hérna í þættinu, mann sem að ef að svo er þá ætti hann kannski að fara að fela brúsa tala bara þetta eins og þetta sé bara malt og appelsín. Já, sko, hann vil nú meina að þetta sé alltaf bara legit. Já, það er reyndar alltaf aldrei. Ég veit að það var þannig ammálinn. Nei, við þekki, sko. Já, ég meina með bolluna sem var í ammálinn þá geti, já, það er Ég man að það að labba inn til hans og segja flott bolla, blank eftir það. Ég vil eitthvað missa maður ekki sjónin á því að drekka bollu. Það var líka bara því að sko þólið ykkar var ekkert eftir COVID. Þið mættu þannig bara grænur á bak veiru og vissu ekkert hvað voru að gera. Þetta var í miðri heimsfara. Skrifum þetta bara það. Sverri Bergmann og Hugi komu báðir í svona göllu með grím og eitthvað, voru ekki að grína, svo voru þeir bara í sleik í lókvöld þegar þeir voru Já, þeir voru í bollinu vantarlega, sko. Það var landakos á morgun.
Já, þau ætla að koma, Landakass og Dagbjörn og það er rosa. sestinni og maður hennar, þetta verður stemning Já, þetta verður Mamma og Halli Já, Ég er hún það þroskaður að ég er með boð á aðfangadag og gamlás Það er rosalegt sko. Já, Það er bara velkom to the team Það er gaman eina náttúrulega, veist, það er United í hádegin á morgun og ég ætla að reyna að fresta að þurfa að ryksu og skúra Það er ekki margt sem ég ger á heimilinu en ég held ég þurfa að taka það á mig, sko. United, byrju, hörðu Það er United í hádeginu á morgun Ég ætla að henda Tetta og Matta niður bara Þannig að 12 fyrsti er að fara inn bara 12-15 Já, það er aldrei að vita Hvað ætlar að gera við þetta og Matteo, hvað ætlar að segja henda Leggja á 12 í powernap Já, Klukkan 12.30 já Það er excellent timing, Og sir akkurat í 2 tíma. Sama tíma Þetta er vel planað, sko Já, Lengi fættur í gerst Hvernig getur þú bara gert það? Maður ræður því ekki, sko jú Bara setur það í lögg sko. Já, þeir vakna klukkan 8 Þá var þetta akkurat tíminn, 4,5 tími síðan þeir vöknuðu Bara dutta, Leggja niður og horfa á bara sofa. leikinn Sko það er algjört haftrætti hvernig dóttir mín ákveður að sopna ykkur stað sko. Ég legg hann ekkert bara inn í rúm sko. Það er ekki þannig sko. Það er búið Hún er 2,5 og það er strax búið Það er bara Tetta er orðið 3, hann er ennþá að leggja sig í 1,5-2 sem er mjög gott sko. Það er rosalegt Ég bara, já það er En reyndar er búið að vera Þetta er Oft hef ég sagt að mér líður vel hérna í þessu stúdíu En vikan sem ég er búin að eiga Er eins og erfiðast á ferlin Það er að segja á ferlinu sem faðir Það búið upp og niður hjá báðum Bara stanslust Þú ert endilega að smitta okkur að þið núna sko. Nei, ég var með niður í blökastunni þarna daginn Það smittaði okkur ekki þú þar slafst Nei. við upp Ætli þú hefur Slappið. smittað þá Nei, ég fekk Þá varst þú var eitthvað byrjað þá. hægðar og þú séð hvað þeir eftir á því Nei, þetta var að byrja þá sko Það er mjög skrítið svo. Ég fekk 38,5 stæði hit í gerkvöldi Og svo fórst ekki upp á slis á Nei, en svo bara kyrði ég það af því að máli er að ég Það var fullóðin maður að mæla Þetta rassamælaði Nei, máli er að ég hef alltaf talað um það Ég er í cover af mér fast Þetta er sko. ótrúlegt sko Aldrei hýrt alveg Nei, Ég hef ekki mælt með sér Nei, Ég Þetta er rosalegt Ok, er nú- með 30 Ég vissum að það var rassamælaði öll kvöld og af og til ertu með 38 og kom eitthvað sko Nei, Bara nei. randomly Þú veist að það getur ekki stór Já, mál sko Ég nota bara eyrnamæli eins og allir En þeir eru nákvæmir að samræðir En ég sem sagt Það er þetta að mæla Já, máli er að ég Mælir er reglulega Nei, ég fann bara ég Já, var eitthvað ég hendi mér í- ég Tókstu hendi mér í- COVID-test? Já, nei, ég hendi mér í pottin í ger Kom upp úr Og ég fann bara, heyrðu, það er einhver anskoti Ég er ekki alveg eins og ég á að vera Ég fann það, af því að þú finnur alltaf Já, maður mælir, hvað minnur, mælir þið ekki þegar þú dórið veikur eða? Ég er ekki að grínast Ég hef ekki mælt mig Nei, þú Ég veist er ekki að reyna að vera eitthvað töf Nei. Ég er bara aldrei að mæla mig Mælir þið ekki? Nei. Þú er að mæla þig, maður Þá fyrir ég að vera forveik Verður að mæla Þú verður alltaf að Þú fylgjast ert með náttúrulega þessu eini gaurinn í Íslandsin tókst 30 COVID-test Þú verður samt ángrínsblöð Núna er ég að Það er segja enginn sem er að hlusta sem er alltaf að mæla sér reglulega Ég sverða Ég lofa þér En ef þú ert farin að finna að þú ert orðin mjög tussulegur þá ferðu að mælir þig Já, Það er má, staðfest. þetta varstu með 38 Nei, málið er- Einhver Nei, hefur slapplega ekki verið maður. 38,5 og málið er að hérna, ég kem inn og ég segi svona, heyrðu Síðan, ég er ekki alveg nákvæmlega eins og ég á að vera, ég finn það alveg hún bara nú, hvað minnur að ég bara, mér fannst svona hálf vond að koma við og ég var svona aumur í húðinni veistu hvað ég veit, ég kemi og ég fann bara svona, þú finnur alltaf út með svona aðeins þingri haus og svona þú veist hvernig þetta er að Ég byrja er oft lendið þessu Já. og aldrei mælt mig aldrei, ég mældi mig ég mæli mig og segi, já, hlauta vera 38,5 Og svo það er já, og svo bara hérna Það varst ekki nýkomin á potinu sann jú, Og nýbúin að vera að velta sér búið snjó samkvæmt Instagram Já, og svo tók ég sko engifer skot og hérna Meilaðu restin á okkur Nei, Ég ætla að fara eitthvað við en þáttinn það sem ég ætla að Já, segja en ef er þetta er eitthvað rosa sér læknar fólk Já, nei, já, ég var- já. Almenning frá því þetta er nefnilega svolítið gott sko því að síðan sko vaknaði ég bara í morgun algjörlega, ég er með 37,0 ég er með Mældirðu fullkomið aftur? í morgun já, til að aðtúa bara hvort að Þetta er eitthvað þrá ekki hjá þeim með þessa mælingar nei, ég vildi ekki mæta þú veist, Bara mæla nokkuð sem á dag nei, ég vildi bara En láta ykkur vita en alltaf ef- áður ef ég væri slappur segi strax, er ykkur sama að þið mæti slappur eða? Þannig að þú Ég er vaknar kurtis, ég segi, er Já. ykkur sama að þið mæti slappur Þegar þú vaknar- Þú mættir Gæti ekki daginn verið sama. niður og þú sagðir okkur ekki frá því Þegar þú vaknar feskur Mælur þið samt Nei, Af því þú vaknar 38,5 ég mæli mig ekki til feskur Ég mæli mig Þú oft varst að því í í- morgun. ég mæli mig oft í leiðin ef ég er að mæla krakkana Já, tekið mér í leiðin, ég er kannski góður En máli, ég er aldrei veikur sem betur fyrir sko Ég fæ bara basic, ég fæ að reitt lítið bakslag Svo er ég alltaf mættu, bara 10 tíma setna Ok, herri, ég ætla að fara yfir þáttinn Við erum með Klefa Klefa sem býður hafði leiðilega sögur og leiðilegar jólasögur Já, já. sem að við tókum upp í hátinu virkilega skemmtilegt
svo erum við með topp 3. Þegar allir að velja topp 3 fyndnasta sem gerist á árinu og topp 3 maður ársins áttu að vera hjá okkur líka. Allir búin að gera þá heimaðinu smá uppgjör þetta er síðasti þáttur á árinu. Við erum með, þú ætti að vera með völvun á næsta ári, Egill. Nei, næsta þætti. Já, sko, fyrsti þáttur í janúar, þá er völvan og þið fáið að vita hvernig 2023 verður hjá ykkur, sko. En í dag er ég með eins og sem ávar árlega keppni King of 2022. Já. Hver átti King of the Year? Ég raunni bara, King of the Year. Hver átti betra ár? Það er nú frekar stór titill Hljóma sem titill sem hann loksist til í að vinna. Já, ég málega að, þú veist, sko, þú ætti að rífa það í gang, Blöð, því að Er ég búin að tapa síðustu 3 með? Steindi vann 2021 7-6 með 1 punkt. Svo Vann að pottit á hreindýri. Og 2019 þá vann hann á flöskuball í með 1 punkt líka. En hann er alltaf ekki betri ár en þú. Nú er þetta hitt ár. Það voru fínast ár, ég vona einhvern síðan þarna. Herru, svo ætti ég að segja ykkur núna, muni, ég sagði ég væri með liðið þar sem ég ætla að koma ykkur óvart. Ég er líka eiginlega að koma, því ég veit ekkert. Það sem ég gerði í gær er að ég heyrði í konum ykkar og ég bjóti grúppu með Rakel, Sigrúni og Gurri. Þetta getur ræðilegu lið. Þar sem að ég baði mig, ef þetta getið sett eitthvað 5 áramótaheiti sem þið myndi vilja að tækju, og Rakel tók ekki mála, ég er ekki með því, því hún sagðist vera með 150 hluti. Þannig að ég skil ekki, eru 5 áramótaheit sem þær eru frá þeim til okkar, sem þær myndu velja fyrir okkur. Og ég sagði þeim að setja þetta í grúppu, ég myndi ekki opna þetta fyrir ég færi í liðin. Þannig að núna, ég veit ekkert hvað Rakel skrifaði, ég veit ekkert hvað Guri skrifaði, ég veit ekkert hvað Sigrún skrifaði. Þannig að það er liður eftir áramótaheiti frá stelpunum á okkur, sem að það er svona breytingar sem þær verður til að sjá 2023. Þetta er mjög skemmtilegt. Við erum að taka þetta á kassan bara. Mig grunar kærustur, það er engin eiginkona, samt eru allir 60. Mig grunar við sem að fara á lestur. Já, mig grunar það líka. Svo erum við með Sturla staðreyndir. Hvort myndir frekar, Steindi, sagðist þú ætla að vera með eitthvað áramóta edition? Hvort myndir frekar áramóta edition? Það er hér á eftir. Það er rosalegt. Já, það er mjög skemmtilegt. Þannig að það er allt í gangi okkur. Ég heyrði lag daginn í útvarpinu. Það er oft sem ég hugsa, herru, shit, hvað þetta er gott lag, maður. Ég ætla að opna þáttina á þessu næsta föstudag. Mundi það sem betur verið oft spilað í FNÍF Blöð en ekki langan tíma, og þetta er Jay-Z og Linkin Park Thank you Jay-Z og Linkin Park. Það er fín byrjun að Blöð í dag. Já, ég man ekki á hvað útastöðu ég var hlustaður þetta en það er komið að slúðrið í þessum síðasta þætti ársins, og ég ætla að byrja á Kim Kardashian. Hún har nú verið í slúðrinu nokkur sinnum árið 2022 hérna hjá okkur. Ég lofaði nú sjálfur mér einhvern veginn, ég ætla að hætta fjall, eða var það Justin Bieber og þessum ég ætla að hætta, ég man það ekki. En sko, hún var í viðtal, hún alltaf í einhverju viðtölum og podcastum, sem er svo sem ekkert óðurlegt, en þekktasta manneskja heims. Þar ræddi hún sko hræðslu sína eða ótta við að hún muni vera á lausu næsta árin, því að karlmenni ekki eftir að þora að reyna við hann eða vera með henni út af bassföður sinni sem er Kanye West. Og ég er nú ætla ég bara að segja hreinskil, ég er ekkert hissa á þeim áhyggjum svona með við hvað gerðist með síðasta kærastennan sem er Pete Davidson og var að kalla Skeet Davidson og ég hef verið hann er verið að terra þessa menn sem það var að deyta sem er agalegt og bara sorglegt dæmi, en það veikur greið maðurinn. Þannig að eins og ég segi, ég er svona skil þessar áhyggjur hennar. En ég held samt að Kim Kardashian geti mjög líklega fundið sér huggulega mann. Ég hef ekkert miklar áhyggjur af henni. Nei. Held ég sko, og þrátt fyrir að ég sé tæpur sko. Og þú grenjar og hlátur einnig þegar hún sagði líka einhverju viðtalið að hún vildi, það var að Steindi sem var að hneykslast á því að einhvern sem er ekki frægur og þyrfti ekki að vera efnaður, því hún segist að eiga shitload af pening sjálf. Ég var alltaf að tala um að það væri næsta skref. Það væri bara gott fyrir hana. Já, ég meina hún á shitload af pening. Já, hún þarf ekki pening í næsta magasínu sko. Er hún ekki að billion? Er það svona nálætti? Ég held bara er þetta eitthvað að grína? Ég held ég aldrei sett þetta kynna þetta á það. Er Kim Kardashian metin á $1,8 billion? Það kemur bara ekkert óvart. Meir en Tom Cruise og David Beckham til samans. Já, það er alvöru empire í gangi að það. Hún er ekkert eitthvað að spáða því bara geti byrjað með þessi manni að því. En betur ég á ekki krónu hérna. Hann var metin á hann tapaði $2 billion á sólarhring.
Hann er sem er met. Hann er með 400M. Já, það var 2,4 sko. Hún pakkar hún saman. Ég helst okkar svona heimsfrægar manneskjur. Hún er með meira kassi en Björgvin Tór. Það er svipað. Ég held að sé ekki rosalega mikið af fólki sem væri bara til í að lappin í þann pakka sko. Það er að tala um vennilega fólki. Influencer, male influencer. Það er draumurinn að byrja með Kim Kardashian. Við erum ekki að tala um hún sem að byrja með Stefán John Turner eða Gumma Kíró. Við erum að tala um sko. Ég er að tala um bara, þú veist, gefum okkur það bara í illa. Ná ekki breyki Stefán John Turner. Nei, ég er bara að segja að þú er einleipur og þú myndir byrja með Kim Kardashian. Já, hún hefur verið í The Penguin Suite eins og ég. Já, ok, ég tek allt tilbaka, þú væri til í það. En ég er að tala bara vennilegt fólk. Hún var eins og í The Penguin Suite. Já, en ég er að segja vennilegt fólk. Það nennir ekki að fara bara út í bónus og kaupa eitthvað í matinn og það sé bara einhverjir 50 blaðamenn að elta það. Það fer ekki lengur út í búð og kaupir í matinn. Hann 2002 stendi og patrar þetta á netun. Þú veist hvað ég á við, þú veist ég er að tala bara. Ég gerir það alltaf. Þú er líka gamli sko. Ég verði síðastur í öllu. Ég er basically að segja það er ekki út í búð, það er ekki út í búðstenni. Ég fer oft út í búð. Ég gerði öll, við erum með smá áramótapartí á morgun. Ég kefti allt sem ég þurfti on the line á hann og það er bankað með setjapartinn blæsaður, maturinn er komið. Það er mjög snuðt. Já, það er alveg næs. En ég basically það sem ég er að segja er að Kardashian, hún getur hvergi farið nema að séu 100 manns að eltana út allt og spyrja hennar spurninga og TMC og allt þetta. Heldur hún sjá eftir þessu? Nei, ég held að hún sé bara vön þessu. En ég er bara að segja sko, það er ekki margir sem myndu fíla þetta. Það myndu margir vera bara, hvað er í gangi hérna? Ég ætlum við ekki bara að fara í bíó. Meira þess að Pete Davidson talaði að hann var með sko Ariana Grande og þau voru kærastu bara, svo byrjaði með Kim Kardashian. Hann er aldrei séð hann eins. Þannig að Ariana Grande sem er stærsta popstjarnan heims á ekki breyki í aðteglina sem að Kim Kardashian fær. En svo er svo fyndið, það er líka svona svo stjórnund að velja þetta svolítið sjálfar. Ég meina Beyoncé og Jay-Z eru ekkit á forsíðu blaða. Það er nefnilega vel aðtöða sko. Og talandi Pete Davidson og þá er hann víst hættur með fyrirsætunni Emily Ratajkowski, sagði þetta ekki rétt, Ratajkowski. Er hann að vera nýji Caprio? Endist hann ekkit? Já, hann er ekki með ungum konum eins og DiCaprio, oftast bara stelpum á sínum aldri, en þau sem sagt voru eitthvað að deyta og er bæðið hætt núna, en svo er strax komnar fréttir. Þetta er það sem að mér langar að ræða. Mér fannst þetta ekki merkilegt slúður, en núna hefur Pete Davidson sést nokkru sem með leikoninni Chase Sui Wonders og Ratajkowski hefur eitt tíma með listamannin Jack Greer. Gerist þetta alltaf rætt? Ertu bara strax byrjar að ég var á lausi 7 ár Já, þá varst ekki með Smitten og Tinder og það er bara og strax byrjar að hitta nýja mannskju liðið mánuður, ekki einu sinni mánuður. Já, kannski þetta öðru í sig bandaríkjunum. Fólk er til dæmis snögt að get back on the horse sko. Já, sem er bara fínt. Og nú leikar þetta með tæknina, svo segjum bara ef að Steinda er dömpaði kvöld Sigur hann kemur heim og segir Steinda, ég kom að leiða þér ekki rétt fyrir gamla í tölvunni, alltaf sem stellingunni get the hell out of here, segjum og segi það segjum að það ger Steindi getur sæna sig inn á Smitten og Tinder 10 minnur yfir miðnætti, bara 10 minnur yfir 12 og hann er komið með gælu bara kortur í sett. Ég skilja, þetta er til að tæknin er ótrúlega. En ég er bara að segja, ég held strákar að þegar þú ert komin í þetta hérna Sigur hún er snegra að ná sér nýjan heldur í Steindi. It works both ways. Já, en ég held samt Steindi er punching up, sko. En ég held samt strákar Líka hann ekki bara í klippingur og þjá frá vikur. Hvað er rakarðin? Ég er í tökum, ég má það ekki, ég veit tökur þetta ekki. Málið það að þetta er bubbla, Hollywood bubbla sem er bara kúla. Og þetta fólk sem er inni í þessari kúlu það er bara og það er bara saman þessi hættir og þá byrja þessi og þessi því að þú veist þetta fólk er bara inni í þessari bublu það er engin annar sem nennir að fara hann inn það er nokkur rétt með þetta skrítið, síðan eins og Keanu Reeves sem er enda kaldi svolítið spesnági Dyrkan hann lappar bara gera það sem hann sýnist fer bara í the subway, bara í lest nennir ekki að taka þátt í þessu og bara er skýtsam aldrei með eitthvað lífverð og ekki neitt fólk er bara vant að sjá hann Keanu, hvað segir þú? Góður, mynd ég held að þú sækir þannig að þú getur alveg eins og hann minna Chappelle líka svona hann er bara býri í gamla bæni hann er bara fyrir til bóð það finnst einhver merkild að sjá hann þar hann er bara kannast við ég meina Keanu Reeves hvaða leikar er frá ofan hann í, þú veist, kannski Tom Cruise, Matthew McConaughey og Leonardo DiCaprio hann er alveg up there þetta er fokkin nýjó, sko hann getur hann bara ráðað og öllum er skýt saman þetta er mismöndi hvernig fólk rúlar í þessu endaslúður, þetta er ég hefði átt að byrja þessu svona ómerkilegast í mólin en 5. barnið á árunni kom ég heiminn hjá Nick Cannon hann er búin að eignast 5 börn á þessu ári og
Nick Cannon og þetta var 12. barnið hans. Já, hann ekkert eðlilega graður. Já, en sko það sem að kom mér á óvart í þessari greinu, ástæðan fyrir nefndi að fjalla um þetta var 12. Hann fættur 80. Já, 12. barnið, hann er jafngamall og ég. Jesus. Og sko hann á konu en hann trúir ekki á einkvæni. Hann vakti athygli snemma ást þegar hann greindi frá því og hann þætti einkvæni vera óheilbrigt. Þannig að ég veit það bara mjög afsöku fyrir að vera græður sko. Þú ekki á einhverjum sko. Það er hann orðar þetta pent sko. Hann hefur eignast 11 börn með 6 kon. Þannig að hann og 8 börn á síðustu 2 8 börn á síðustu 2 árum og 5 á þess ári. Sko ef hann var íslendingur þá var ég að ringi hann alltaf núna alla helga hvernig stöðan er hvernig helgi verði sko. Já. Þetta er svona þetta er next level. Það verði trailer hann, það er nokkuð ljóst. En já, þetta var slúðurpakki dagsins. Það er trailer og já, mér finnst það bara nokkuð góðið þú segir sjálfur frá. Já, var þetta ekki bara flott? Já, pínasti pakki. Það ekki. Má auglýsingar, svo fyrir við annarkvort í klefa dagsins eða ég les upp áramótaheiti frá konum okkar. Þetta er Tiesto og Ava Max, The Motto. Hvað er mottoð ykkar, drengir? Er það með eitthvað motto? Bara að gera eitt góður okkar dag. Motto í lífinu? Já. Er það ekki bara að vera hressa? Já, mjög gott motto. Ekki? Já. Menn þú ert grínist í því? Þetta er með löppa, það er samt grínist. Það verður bara í stemningu? Já, það er bara mjög gott motto. Hvað á þitt? Eitt góður okkar dag? Já, regla sér með. Það er þetta mjög gott líka. Ef þú gerir eitt góður okkar dag, þú veist, það eru 365 ári. Varstu bara í toppmálum? Varstu búin að gera góðverki í dag eða? Ég leið með Östukór sem aðra bara fjalli í kórakörunu og fólk festist mikið þar. Þannig ég færi 1 bíl á dag þá er ég búin að bara græja þetta eldsnemma. Það mætti að leggja hverjum degi. Nei, það er ekki hverjum degi sko. En síðan líka bara svo rétt að kannski einhverjum engaþólarar, hressum engaþólarar sem vantar kaffibóll, Guðjón, gjör svo vel, henni kaffibóll. Já, þú meina, þú flokkar það sem góðverk. Já, ég segi það ekki. Helviti er þetta að finnast út í þér. Helviti, þöndu allar að gefa ykkur kaffi. Við ætlum að fara litlu hlutinni, það ekki. Núna í pælingu sem datt inn í gær og þá var ég einmitt að ræða við Rakel að við þurftum að okkur vantaði liði bæði fyrir blökastið og þáttinn í dag við erum svona að nýta þetta sé síðasti þáttur ásins og svo á þriðjudaginn náttúrulega fyrsti þáttur ásins í blökastanum og áramótaheitin nema ekki frá okkur sjálfum heldur frá konum okkar þannig ég bjóð til grúpu stelpurnar settu allar inn 5 áramótaheiti sem ég er ekki múin að lesa sjálfur en ætla núna að lesa fyrir ykkur og þetta er það sem að já, eins og ég segi, makar okkar vilja sjá á nýja ári. Tekurðu einn hluta hverju og sippar Nei, þá er það allar rumpa bara einum alveg af. Já, ég veist bara rumpa rumpus af og Steindi, ég ætla að byrja af þér. Hérna Sigrún er búin að svara hér. Ertu tilbúin? Já. Áramótaheiti fyrir þig á nýja ári frá makaðinum. Já. Ok. Ætlar að koma með alla bununa? Já. Alla bununa? Ég vil vona að það fáir alveg lestur. Öll bunan. Með grunna það, já. Hér kemur þetta. Ok. Eitthvað djúst viðbjóður Þykist þetta bleiðu með það? Nei, fyrst það er mjög gott. Þykist þetta bleiðu? Eins og segi, ég er ekki búin að lesa sjálfum með það. Ég er ekki búin að lesa þetta. Ok, fyrsta er skipta nöfn á útidyrahurðinni. Búin að búa hérna 1,5 ár en Júli og Danni er ennþá heima hjá okkur samkvæmt hurðinni. En er það ekki bara flott í rauninni? Þú vilt ekki að standi Steinþór á hurðinu. Þetta er okkur viljandi gert. Já, það er að segja að mæta grínararnir. En okkur er svissar þessu ekki. Já, ég auðvitað að gera það sko. Meiri segja það að nágrann minn beint á móti hann er með fyrirtæki sem gerir þetta. Hann er alltaf að koma, það ekki að hendur svo fyrir þig. Ég bara, jú, ekki, eigum þetta inni og ég er að fresta þessu. Bara svo ég takki undir hérna hjá Sigrúnu 1,5 ár Steinþór. En finnst þið samt ekki skrítið bara yfir höfuð að fólk sem er nöfnir sér framan á húsunum. Nei, af hverju í ósköpun? Póstinn og annað. Já, þóttu er númerað hús. Pósturinn er bara, ég er að fara hérna í þetta hverju númer þetta. Þetta var allavega Júli og Danna af höfðinni. Já, ég get tekið þau af höfðinni. En ég er að segja, af hverju að setja, af hverju stendur bara Auðun Blöndal á húsinu? Það er bíðar. Af hverju stendur ekki á bílniðinu? Ef ég er að koma í heimsók og blöða nýbúin að flytja, þá er það fyrir mig að sjá Auðun Blöndal á húsinu. Ekki átni númer. Ef ég er pizzasendir til þeim eitthvað, ég hef unnið 6 pizzabúðir. Ég þarf að sjá nafn. Þetta meikar ekki sens, af því að það er húsnúmer. Þannig að þú ert ekki sammála á konunni hérna að skipta þessu. Jú, ég bara ekkert. Hann er ósammála, það er alveg klálega, það heyrist alveg klálega. Næsta sem hún sendir, það er þú ert nú bara komið langleginu með það. Áramótaheiti frá konunni og ég er að safna hári. Já, mest að lupa sér í síðu sko. Er það frá henni? Og skeggi líka.
Það kom ekki með skeggi, allavega ekki komið. En var ekki bucket hjá þér? Að safna hári í 1 ár. Er það ekki? Jú En okkur ekki byrja bara fyrsta Ég víst Það farið átt að sjá síðan djún. Ég held að farið ágætlega. Ég var endar að segja vel daginn að ég væri að svona aðeins byrjar að pæla í hvort þetta fá með möllett aftur. Ég var með möllett fyrir 2 ára. Það er geðvikt. Nei, ég var að skegga möllett. Já, ég var spæðið, því ég líka komið í keðju. Já, herru, ok, næsta. Lærað elda minnstakosti 5 rétti. Basic skill fyrir fertugt, skrifar hann. Kanntu ekki 5 rétti? Jó, ég kann alveg 5 rétti. Akkur skrifar hann það þá? Já, ég vil að Og því hún er að gefa mig Basic lestur. skill fyrir fertugt. Það er því hún er að gefa mig lestur. En ég kann 5 rétti. Pullu. Já, spagetti, pasta, kjöt 3, og 4. fiskur. En spagetti þá ekki að hita 1944 rétt. Þetta er bara Nei, ég er að setja stangetur í scratch. pottin. Ok, það erum við meira en 5, ég vona það. Nei, kannski reitt þetta langt. Ok, læra elda minnstakosti 5 rétti. Basic skill fyrir fertugt. Næsta sem hún biður áramóta heiti frá konuninni. Fylla bílinn áður en orðið 99,9% bensínlaus. Stundum er ég ekki vissum ég er drifin á næstu bensinstöð. Hann er svo tómið þegar ég tek við honum. Held lúmst að þetta sé eitthvað þrillkikki á þessum fíbli. Þetta er endar. Já, ég bætti við þessum fíbli. Já, þetta er hár rétti á henni. Það veistu hvað? Ákur tekur ekki bensín? Það er topp 3 leiðilega sem ég ger í heiminum. Það er að þurrka mér eftir störtu. Það er að býða í röð einhvers staðar og taka bensín. Og ég reyna að fresta eins og ég get. En hefur dótt í hug að fara á rafmagnsbíl eða? Nei, ég þarf að gera það. Þá getur stróka eitt hlut út sko. Já, Þáttur ekki fá þennan lestur. Það er bara ekki allir á sömu launum að ég get ekki á því bara hoppa út og koma með bara eitthvað rafmagnsbíl. Ég þarf bara að vinna fyrir hún. Herða, komum við að síðasta. Lærað að flétta stelpunum sem hafa með opinbert áramóta heiti 2016 og hann fekk mörg en sætur pappi comments en það er verið ekki enda læst. Hann setti þetta inn sem áramóta heiti fekk svona comments á Facebook. Ertu besti pappin? Ég kann að gera einfalda fléttu. Ertu besti pappin? Það er ekki komið greiðlega. Síðasta hit hard. Sé ég bara á þér. Það er náttúrulega sko málega það er mjög erfitt að eiga við hárið á stelpunum sko. Að því að sko það er ekkert létt að fara að gera bara fullt að en hei, point taken. Já, mér finnst að þú ert búin að andmæla öllu. Nei, þetta er bara hárið rétt hjá henni. Bæði helsinni, matinn og fléttunar. Þú var svona ósammála og sammála. Já, hann var ósammála með hörðina, ósammála með bílinn, ósammála með að læra 5 rétt, ósammála með fléttunar. Ég er sammála þessu öllu, en ég er ósammála með að fólk eigi að vera með nöfn í sína húsun. Mér finnst það bara skrítið. Mér finnst það bara mjög Takk allavega Júli og Danna. Já, það er aðalstið sko. Egill, þá er það þú. Já, ég fæði vantalega að heyra það líka. Þetta er ekki neitt í ágætt hana, vantalega. Reyndar fekk ég eitt í ágætt að safna hári. Já, það var svo sem alltaf. Það er ekkert neikvætt. Nei, þú er líka pluss og sagði það í blöðkastunni að það var eitt að bara bucket list á neðinum. Já, þá ætla ég reynda líka að sleppa að raka. Við ætlum að bara haka í eitthvað af því. En þá ætla ég að sleppa að raka mig líka. Ég ætla að vera bara svona eins og bara einhver svona bara svo móri mónastrætti. Já, svolítið þannig sko. Svo er það Egill áramóta heiti frá konunni þinni sem hún vil að takir upp. Tilbúin. Hætt að henda fötunum á gólfið. Fyrsta sem kemur. Grunaði nefnilega þetta kæri sko. Sem við vantar einmitt sko svona. Þetta er nummer 1. Veit það ekki, eitthvað svona að hengja fötunum upp. Bara fatahengi. Það er yfirleitt hjá fólki sko. Skiljið með fataskáp. En síðan er ekki með þannig. Skiljið góðið. Akkur færðu ekki bara svona litla fataslá sem kostar 2000 skall í rúmfattalarinn. Besta hugmynd ég hirt. Svo hefur bara einn svefnarviki og henda svona fötum á sem þú ætlar í aftur á næstu 2 vikum. Já, frábær hugmyndu sko. Takk. Ég er ekki mennið þannig sko. Lærðu að redda basic hlutum á heimilinu ennum með 2. Það væri heldur kósi með hennar mati. Þá maður tala eitthvað svona. Kanntu ekkert. Já, svo eins og að setja Peru og hvað þannig. Já, það er ekki mín sterkasta ljú. Ég kann að skipta Peru sko. En ég er lélugur í svona þessum almennu hlutum. Ég viðurkenna það, ég get ekki laga neitt. Ég viðurkenna það alveg. Mér finnst mjög skrítið að Sigrún hafi ekki hendi í að mála forstofuna þegar hún var máluð. Bóttið glemt ég bara þetta gert í. Hún ekkert að tala 20 hluti upp með þau. Já, það sögðu allar að það getur sett svona 50 hluti. Hún narrow that shit down 5 hluti sko. Þriðja frá Gurri. Þú mætti vaka eins lengur á kvöldin. Það væri gott áramóta heiti í höður. Hvað er, hún er alltaf bara einn frammi og þú fann á svo klukkan 9. Já, hún er oft fram að horfa á Hulu menn ég fer og leggja mig. Klukkan hringi 5:45. Já, hvenær fer það svo? Og svona, ég veist 21:30. En málega er að sko nú er að díla við veikt barn. Aron fór síðast í leikskóla 19. DS. Það er 30. Þú áttu ykkur á hvað að díla við þetta. Ég hef ekki farið að sofa klukkan 9 síðan ég var bara svona 6 ára. Nei, þú líka ekki vatna. Einu skil sem þú vatna 4:45 þá þú átt flug klukkan 7. Eða þú átt að missa þig. Nei, klukkan 9, þú veist, krakkandur er nýs hoppaðir. Ég reynda ekki þetta, ég sagði við Efu bara í gær að
þá var ég farin undan henni í rúmið. Sagði við henni, nú pappið farin að sofa undan þér. Þá var hún bara eða ráðandi frammi, þá var ég komin í rúmið. Það gengur ekki. En hún er frí í skólanum. En þú þarft að taka þátt í að svæfa alltaf svona. Núna þarft þú bara að vera að vakna. Ég þarf ekki að svæfa hann, hún er 8 ára krakki. Já, ég segi, nú þarft þú að fara að vakna mátana 6:30, ekki 5:45. Þá græður þau klukkar. Herðu, þetta er eitthvað sem ég veist ekki. Láttu laga á þenn hnén. Hvert alltaf hvert undir njánum að þér? Nei, bara, þú veist, brakar í þeim aðeins á mótnana. Það er svona fín, sko. Ég bara, það er lekt að þeim, sko. Svo fæ ég þetta brakar í njánum að þér? Ég myndi nú bara að hafa stórar áhyggjur að það. Sko, á mótnana prófa nýjar áleggstöfundur pít. Sko, þegar ég er að vakna á mótnana, þá vek ég oft... Já, skilja, brakar ég, Aron vaknaði bara í stíg og eitthvað flís á parkettinu, þá bara vaknar hann að þú sé að brakar njánum, það vaknar krakkin. En við sko að gera? Þú átt að ryksuga þegar hann sofnaður og í kringum hann. Þú átt bara að hafa sjónvarpið hátt, ryksuga út og venja krakkana bara á læti. Annars þarf alltaf að fara að læðast. Ég er ekki að breyta þessi að fæða pítsu, bara 2 pepperoni og ekstra ostur og salta pipar. En alltaf sama. Og bara að breyta winning formula. Prófa nýjar áleggstöfundur og pítsu og prófa fleiri stað á jörðinni heldur Tenerife og minka síman a tad. Þetta, ég sammála öllu sem Gurri sendi. Það verður bara viðkynast. En erfitt að minka síman. Ég er háður honum og ein ástæði fyrir á tenni svona oft. Ein flugvél, 5 tímar og sunshine. Hvað þarf ég að segja þetta oft? Já, ég meina, öll fjölskyldan er komið leið á staðnum. Hörðu, allir Íslendingar, það er 9.000 Íslendingar á Tenerife í desember. Ég er ekki eini með þess að frábæra Jón Jónsson er með 4 börn á Bali. Það er 18 tíma ferðalag. Já, Steindi, þú ert andlit Tenerife á Íslandi í dag, sko. Það var að reyna, sko. Það er ekki gilsarinn, sko. Það er bara frá með þessum degi núna, sko. Það ætti að vera þú. Þú ert bara að pakka svala saman og öllum öðrum á Íslandi, sko. Það stefnir að róa, sko. Norðmenn eru nextlaðir á. Þetta er með 15. Já, ég er bara, þetta bjargaði bara árumótunum. Enda á Fröken Blondell. Já. Ertu búin að lesa það sem hún sendi þig? Sverða upp á böndum minn, ég er að lesa þetta í fyrsta sinni. Það voru að fáið faglega gagnrýni. Hérna kemur, vera með pizzakvöld einu sinni viku eins og restin af þjóðinni. Byrjar ákveðlega. Þetta er ekki með pizzakvöld? Nei, það hefur ekki verið. Þú voru að borða aðeins óðlari mat. Ég hef ágjur af þessu. Herri, ég borðaði pizzunum á Lífa bara í hátteginu. Nei, þú fórst í Skyr þegar ég fór í pizzu. Já, af því að þú fegst í Dominos í hátteginu og á Lífa svo klukkan 3. Það er eitthvað sem mér langaði að vera spenntur í pizzunni. Ég hef aldrei séð pizzur í dag. Já, það voru pizzur hérna í mötuneytinu. Hann fór upp og náði sér í 3 sneiðar vitandi að hann væri að fara á pizzustað að borða pizzu. Ég hef bara ekki séð fullari mann borða jógurt. Það er rosalegt. Ég lenti ekki að vera degjurhungri. Grísk jógurt. Ég hef aldrei séð fullari mann borða þetta. Þetta er bara fyrir krakkana. Ískominn er fullur af gríski. Svo er næsta. Hætt að klofa yfir, rúlla sér framjá og gera allt sem í sínum valdi stendur til að bera ekki dótu upp og niður stigan. Þá veit ég, hún setur dót svona við stigana því að taka það niður. Þetta er ekki eitthvað sem er viljandi gert. Og þú leikar að sjá það ekki? Ég get svo svarið að ég er ekki leikandi að ekki sjá það. Ég bara tekur ekki eftir. Nei, fattu þetta ekki. En ég skal breyta því á 9 ári. Vá, 2023 verður mitt ármaður. Við verðum með pizzakvöld einu sinni viku, tek dótið niður stigan. Og hvað meira? Fara á matreiðslunámskeið og læra að elda 1 rétt kapslokk og elda hann kannski einu sinni til 2 vegna fresti fyrir fjölskylduna. Rista brauð er ekki réttur. Á það að læra 5 rétti? Nei, ég kunni 5 rétti. Blökk hann 1 rétt. Nei, ég get svo. En Rakel er masterchef. Akkur að breyta þeirri formúlu og bara setja þig í eldhúsið. Hún er að masterchef. Ég segi það, akkur að vera að setja þig allt í það. Þú ert góður í mörgu öðru, sko. Þetta er ekki bara svolítið einhvern veginn að þú setjum með redd og kannski nennir hún ekki að elda öll kvöld. En hún er svo góð í því og hún er kannski gaman að það. Við þurfum bara allir að æfa okkur í því. Þetta gengur ekki. Svo kemur hérna hægt að tala rækt, átak og kalóriur við fólk sem er drullu fokking saman. Við kunum að tala það. Ég veit það ekki. Ég veit hana eða eitthvað. Þetta er bara einhvers stað sem hún er í kringa. Ég veit ekki. Þú voru á að bodybuilding og heilsu og máttu vel tala það, sko. Já, og svo síðast það er svo. Ég get ekki verið sammála þessu, sko. En hægt að vera á tippinu þegar gestir komi í heimsókn, sérstaklega tengd og þá er hún basically að tala um þessi nærbuxum undir stupp. Ég er alltaf á stuppbuxum heima á mér og hún vil meina að sjáist alltaf í gegn sem er algjört kjaftaði. Já, ertu bara, ertu svona hálf berðasagur að fólk kemur í heimsókn? Nei, alls ekki, ég er í stuppbuxum en Ég ætla að fara í Naríu líka. Já, Naríu undir. Þetta er bara gagnrýni sem þú tekur á kassan. Já, þetta var hræðilegt hjá okkur öllum. Þessi liður þetta var svona one time only konceptið. Þið
gera þetta ekki hverju ári. Nei Tökum þetta ekki aftur næst. Það var gaman að blanda stelpunum inn í þetta. En þetta okkar þáttur. Ég var snúið svo við. Við svo komum áramóti heiti verið þær eða þetta nokkuð lítið hugur. Ég hef læst það, best að halda Það kæfti var ekki bara fínt að fá stráka smá sparkir Jó, það var bara smá lestur. Smá lestur fyrir árið við auglýsingar og svo það klefi leiðilegar jólasögur. Það held ég þér að hlusta hér á FM 95 á FM 957. Við erum ekki beinni útsendingu núna því að við Steindi erum komnir í klefan. Góða Okkar besta klefa. Hér sitjum við, höfum það kósi og ætlum að, fara í eitthvað tíblaskap. Já, það er sko fyndið, þú veist að því að nú vorum við svolítið snemma í það. Já. Og það er ekki mikið af fólki. Nei, það er ekki margir mættir í vinnu. Greinlega margir hafa tekið sér frí. Ég stiði það sko. Vodafone gaf öllum held í 2 daga. Ég held það alltaf. En það var náttúrulega ekki við okkur eins og við rættum pottið í byrjun þáttar. Þá erum við vinnualkar. Vinnualkar til mættir. Og viljum vera hér. Sko, við vorum bara að taka klefa sem að tengist eitthvað jólunum. Og hugmynd sem að poppaði hjá mér var að fara í leiðilega sögur. Og það verða að vera jólasögur. Það er svolítið langt síðan við fórum í dagskrálinn leiðilega sögur. Já, og var þetta ekki þannig að hvor okkar nær lengri sögu? Nei, þetta var aldrei en keppni Þetta var engin tími á þessu. Nei, maður átti bara að reyna maður ringir eitthvað út í bæ og lætur eins og maður þekki viðkomandi eða viðkomandi þekki makamanns. Svo byrja maður bara að segja ógeðslega leiðilega sögur. Já Og ætlar, sko, ég stakk upp á og þú myndi taka smára að fengja möndlu Já, sko, ég held að sé gott að taka smá möndlu fyrir. Það sé möndlugjöfin hafi farið úrskýðis. Ok, vilt þú ekki byrja bara? Jú, ég er ekki með, sko, maður ekki bara að fara svolítið blindur í þetta? Já, það er langskemmtilegast. Ekkert eitthvað með þetta ofplana. Er eitthvað nafn sem þú vilt ég vinni með? Sko, mér finnst Gjafa kvenkins? Já, sko, hanga er ekki lengur á línunni. Já, það er náttúrulega það konur eru betri manneskjur heldur en við kallmennir. Kurtisari, sko, það er ekki, já, það er, sko, hvaða nafn viltu? Hólmfríður. Hólmfríður, það er fallið nafn. Já, ég til Hólmfríður. Og já, ég ringi bara í einhverja hérna. Erst þú tilbúin? Eða að fara út á land kannski? Já, mér finnst alltaf gaman að fara aðeins út á land. Koma svo. Já, Hólmfríður. Já, Hólmfríður. Komdu sæl og blessuð. Þorsteinn Ragnar Agnarsson hérna megin. Hvernig hitti ég á þig? Gleðileg jól. Er ekki búin að hafa gott yfir hátíðarnar? Ég er alltaf ekki að tala meira við þig. Nú, hvað akkur? Af því ég hef bara engan áhuga á því. Þekki ekki. Jú. Ég þekki þig. Er þetta ekki Hólmfríður? Jú, en mér dætti þess að þetta sé Ásgeir Arnar. Nei, Þorsteinn heiti ég maðurinn hennar Bitti. Nei, Pappa Smára, ég ætlaði nú rétt að segja bara frá möndlunni í ár, þegar Smári gleypti möndluna. Fannst þetta svo skemmtileg saga? Halló? Hörðu? Hvað? Við vorum að tala um að konur var svo miklu betur. Þessi var ekki stuðin maður. Ég skil ekki, hún hlýtur að hafa verið búin að fá eitthvað síma á sig áður. Nei, bara potið þú verið eitthvað Ásgeir Arnar. Já, það er einhver Ásgeir búin að vera að ringja og fýblast. Ég þarf að finna einhver aðra. Ég var að fá meiri tíma. Já, sjálfsögðu að fara aðra einna maður sjá. Ég náðu ekki að segja neitt, sko. Nei, við erum komin inn á Neskjöpstað. Þau voru komin aðna bara sem lið í síman. Ég heyrði líka í mannunum, við þekkjum að það mann ekki. Það var stórfurðulegt. En þetta er stemningsfólk. Já, nóan að gera. Bara skynsam. Já, mikið að gera það. Hólmfríður. Hólmfríður mín. Já. Komdu sæl og blessu. Ragnar Hastið hérna, maðurinn hennar Dittu. Herðu, ég var nú að ringi í þig að því að ég er svo skemmtilegar jólasögu fyrir. Ég var að ringi í þig. Það er frábært. Herðu, gleðilega hátíð. Sömuleiðis. Ertu ekki búin að hafa það fínt bara? Mjög gott. Já, frábært. Herðu, ég var nú að ringi í það því að sko þetta er svo kostuleg saga sem kom fyrir okkur hérna á aðfangadag. En þannig er mál með vexti að við vorum með tengdafóreldrarnir hennar Dittu voru heima og bróðir minn kom líka, sá sem hann Georg sem býr erlendis. Voru margir hjá ykkur? Hólmfríður?
Hvað? Það leiðilegur. Þú verðist að rætt inn í þetta. Að fólk nefnir ekki að tala Ég ætla að hægja á þessu Erðu, tengdafóreldrarinn að Dittu Já. voru með okkur. Það er náttúrulega bara fóreldra þínir, hálfvitið. Já, einmitt Það er eftir Ég er bara hálf nývagnar Ég prófa að ringja aftur Ég er að fara Ekki þessa. Ég ætla að tepirinn Já. Þetta er ekki nóg gott Nei, þú ert að fara alveg gritt í leiðin. Já, það er líka alltaf kannski að fólk heyra Þetta er ekki alltaf dansa rósum Nei, í sko, klefanum. en saga, þú ert það spenntur fyrir hérna, þú mátt ekki vera að því að byrja. Nei Við fyrir aftur á hús. Nei, það er ekki gemsið Ég ætla að minka spennu Já. Og vera með aðeins betri inngang Já, svona, já, veist. Já, bara þú veist Næstu tilbúin, við Já. höldum áfram með nafnið Hólmfríður. Ok Við getum þetta að býta nafni, þetta klikkar Það er nokkuð ljóst Já, Hólmfríður Já, Kottu sæl og blessu þröstur hérna megin Maðurinn hennar Bryndísar Bitti Hvernig hitti ég á þig? ég veit ekki hvernig þetta tala. Já, er þetta ekki Hólmfríður? Ég heiti Hólmfríður, jú. Já, og Þólasöfni ekki? Jú. Já, ég var það að hringi í þig að því að ég er með smá kostulega sögu sem ég er að segja fólki kringum mig og mér finnst þetta svo skemmtilegt ég verða eiginlega að hringi í þig því að Smári litli og veist nú Heyrðu. Já Ég er stödd í búðinni, ég Já. er ekki ekki hverju það er. Nei, ég örstuðt bara þetta er hann Þröstur, maðurinn er að bytti pappa Smára litla Já, nei, þú ert með eitthvað vitlis að Hólmfríði Símanum. Nei Jú. Ég held ekki Sko, mér langaði svo að segja frá möndlunni hérna, sem hann Smári fekk í ár því að ég var svo kostuleg sko, að þú gefur mig bara smá tíma að því að það var svo kostulegt þegar hann fekk möndluna hann Smári litli sem hann gleipir og þá umturnast allt heima Tengdó eru þarna á fleiri og ég veit ekki hvað er í gangi hérna maður Ég getur þetta að fara að stela sæður og reyna. Þú ert bara ekki að ná þessi gegn. Nei sko málega er að ég er ógislega óöppin í dag Einu viðbútt Ok, fara eitt séns enn. Eitt séns Okay. En aftur ástu byrjar að hlæja bara þegar hún svarar og orðin Já, graður í hrekkin. Á maður að vera fara meira streitin í það Ég veit það ekki. Nei, ég ætla ekki að fara að leggst í það. Hún finnst þetta en hann er svo glaður að segja þetta Jú reyndar, þetta er skemmtileg saga. Já, hún finnst það sko Halló. Hólmfríður Já. Gleðilega hátíð Þröstur hérna maðurinn að bytti þér og pappa Smára litla Hvernig hitti ég á þig? Byttuna meir. Já. Hverjar að segja þú? Já, þetta er Þröstur maðurinn að bytti þér Mér langaði bara svo að því að ég er að hringja núna í svona vini og vandamenn að því að það var svo skemmtilegt sem gerðist hjá okkur aðfangadag og það var þannig að hann Smári litli, þú manst eftir honum Smára litla Smári? Nei, ég kveiki ekki að perrinni. Já, en sko hann lendi því að því að við vorum öll hérna hjá okkur á aðfangadag það var stórfjölskyldan, hann var frændfólk og tengdóar og við vorum örgulega 12 mann sko og hann lendi því að fá möndluna í grautnum Já, en sem ennú ekki sko frásögu færandi nema það að hann gleipir möndluna og þá skiptist byrja matabóða að skiptast í tvend annar helmingurinn heldur hann hafi sér hreinlega að skrökva og sé nú bara að gera grín og hinn helmingurinn vildi fara með hann upp yfir þannig að þá kom svona já, við var segja kannski smá svona babb í bátinn því að það vissi enginn hvað átt að gera þarna Smári litli nú hann er prakkari, þú þekkir hann þú veist nú að hann er prakkari Algætt. Já, og hún bytti mín þú þekkir hann að hún vildi nú að við myndum nú bara halda á hann gleðileg jól og hann fekk möndluna og pakkan fekk spil síkalega skemmtilegt spil sem var spilað og við svona vorum að reyna að spila það var svolítið flókið að fara svona kaldur í það því að maður þarf að lesa leiðavísinn og fleira þannig að voru svo mörg líka Já, svo fórum við að opna pakkana og það var svo skemmtilegt að því að hún Týra okkar þú þekkir hana nú og við erum oft séð hana hérna á vappinu
Já, hún sko Smári opnar í rauninni pakkan sem að hundurinn átt að fá, þannig að hann spyr eðlilega, spyr hann, átti ég að fá bein í jólagjöf og hann var svona, hann átti vona tölvuleik. Þessu tilbreyting til því. Já, viltu kannski fá að heyra aðeins í honum, hún í símanum hérna Smári, viltu kannski segja henni frá þessu aðeins, þið sama? Halló? Já. Þetta Hólmfríður, þetta Smári, pappi gaf með bein í jólagjöf. Já, þú getur allt það lengi og sleikt. Já, svo fekk ég möndluna líka. Ekki var hann að vera. Nei, það var mjög gaman. Já, Smári minn talaði nú við hana, ég segði henni frá möndlunni. Já, þannig að ég kynkti möndlunni og það vildi sem ég fara með mig upp á sjúkrahús. Já, við fórum ekki upp á sjúkrahús, Smári. Nei, svo vorum við bara heima. Já, hann vildi endilega fá að tala við. Þetta kostulegu strákur. Heyrðu, já, en ekki allir feski bara? Jú, þetta alltaf. Það ekki, og Bitti, hún byrður að heilsa? Já, ég byrði helsinni. Já, og gleðilegt árið og hérna vonandi voru nú jólin helviti góð hjá okkur, þau voru skemmtileg hjá okkur. Já. Bara, þetta er allt saman, þetta er hrikalega skemmtilegu tími, sko. Já. Heyrðu, er það ekki bara? Jú. Já, heyrðu, eigðu góða helgi og góð gleðilegt ár. Já, gleðilegt ár. Já. Bye. Shit, þetta er lögulegt. Þetta er svo óþægilegt. Þetta er hrikalegt, maður. Þetta var leiðilegasta saga sem sögur hefur. Já, bara leiðilegasti gaur. Ég veit ekki, ég þarf eiginlega ekkert að syngja, sko. Þú ert náttúrulega búin að, hvað var þetta, 4. símtalið þetta eða eitthvað? Nei, var þetta ekki 3? Já, 3., 4. Þetta var held í 3. Sko, það var erfitt þarna, fyrstu 2 voru erfitt. Já, fyrstu 2 voru erfitt. Það var bara þannig, sko. Ég ætla bara að láta þig leiðilega sögur í dag. Er það? Já, það er svo Viltu nú ekki reyna eina leiðilega? Ég skal prófa eina. Ég meina, það væri gaman, þú myndir ná einni mjög leiðilegri. Ok, maður sjá. Já, nú. Hólmfríður. Já, halló. Þetta er hann Gauji hennar Hattier. Hvernig hitti ég á þig, elska minn? Hvað séu, Gauji? Gauji hennar Hattier. Hvernig hitti ég á þig? Það er ágætlega. Gott að heyra. Eru búin að hafa gott yfir hátíðarnar? Já. Nei, ekki. Jú. Ég var nú að bjalla hans á ég að syngja hérna í svona nokkra nátengda. Þetta er búið að vera svo skemmtileg jól hjá okkur. Var ég búin að segja söguna af Ormari litla okkar? Nei, það er nú þannig, hann er náttúrulega bara 4 ára og er farin að svona uppgöta jólasveinana og er orðin svo spenntur fyrir þessu. Hvað heldur hann gerir þegar að stekkjastöður á leiðinni til byggða? það veit ég ekki. Hann setur stígvel út í glugga í vonum að fá meira. Já, gott á honum. Hann held að myndi fá meira því að stór skór. Ég var alltaf að reyna að segja við hann: nei, Ormar, nei, þú var ekkert meira þó að skóri sé stærri eða lítill. Hann var alveg ekki rétti mannesku? Ég er þetta ekki Hólmfríður? Já. Guðjónsdóttir. Já, þetta er Gauji hennar Hattier. Og við erum að útskýra fyrir honum að hann fá ekkert meira skó og sem er stærri skó og hún veinaði og látri þetta var svo góð stund í okkur allir saman. En Hatti, ég er ekki viss mér kannist. Jú, láti ekki svona Hólmfríður. Þetta er nú Hatti hérna, þetta er Gauji og Hatti og Ormar og Lísa litla. Hún svo frek að hún neitar að setja skónu til gluggan. Nei, ég kannast ekki við ykkur. Já, er ekki allt gott annars? Jú, það er bara að skýta veður eins og... Já, meiri viðbjörinn maður. Já. Maður svo sem búist í því hérna og segðist fyrir svo. Já, það er bara mikill snjór og... Já, rosa mikill. Já, þannig að hann setti allt á stóran skó á Ormar minn. Þú kannski átt að gefa hann eitthvað stærra í hann. Hún meinar að láta þetta virka. Já. Þegar hún segir það, ég ætla að segja Hatti og að sagt þetta ekta Hólmfríður og nú eftir að hlæja þessu Hatti mín. Þetta gefa hann að stærra í hann svo að... Já, ég ætla að gera það næstari ef að gera þetta aftur. Já. En æðislegt að heyri ég Hólmfríður. Já, sömuleiðis. Já, ok. Já, það er
þessu nenni ég ekki. Þetta er dött. Mér varst þetta bara svolítið, ég var spenntur að heyra meira. Ég dróst inn í söguna. Þetta var viðbjöður. Nei, þetta var frábær saga. Þetta voru leiðilega sögur og ég döði sér eftir minni. Þetta er okkar besta bríett með dýrði í dauðaþögn hér í FN 95 Blöð síðasti þáttur ársins eins og við höfum komið nokkru sem minna. Allir í, Fanta gýr. Er þið ekki áramóta gýr, drengir? Jó, ég er að peppast vel upp. Er það ekki? Ég hlaka til morgundagsins og er bara til í þetta. Verður ekki 2023, verður þetta ekki fínast ár? Jú, Vist það allir ekki. eitthvað svona neikvæð með árið? Nei, það er verðbólgu og... Já, það er alltaf bara út af því öllu. Þú veist, það er alltaf bara, það er bara stríð í heiminum. Það er agalegt að fara inn í þetta ár svoleiðis, en við verum að vera jákvæði. En Íslendingar, við erum satt, eins og við höfum rættum í blöggkastunni, að við erum í betri málum en margar aðrar þjóðir. Ef við hugsaum raskandi á sjálfum okkar, þá erum við jákvæðsmálum. Já, Það var að positive. það þýðir ekkert að fara neikvæðin já. Nei, það rættist úr þessu. Fer aldrei nýtt ár eitthvað negative Nelly. Er ekki talandi um motto hérna í byrjun þáttar, er ekki motto Íslendinga að þetta reddast? Er ekki nánast 95% Íslendinga að hugsa þannig? Við getum ekki kvartað yfir neinu en svona grín sko. Nei, en það er allir búin að vera í gýr, veit ekki hvort það minki núna hjá okkur Steinda því að við erum að fara í spurningakeppni Gilsarans Já. og það er væntanlega King of the Year eins og þú Já, komst inn á. þetta er árlegt shit. Hljóma sem fínasti titill ef maður er King of the Year Já, sko, ég myndi frekar vilja vinna á það heldur en King of a haldi hefðirnar sem að var ekkit skemmtilegu titill. Nei, Það þú er hefur mjög satt spes. verið að drulla í þessu. Já, Þú stendur alltaf Á, Steindi að alltaf betri betri ár, ár, já. Ég er Enda að stíða er upp í hann- stóru keppnunum. Hann A, hann er yngri en ég, B, hann er með þykkt sítt hár núna, Ég var að skegg. hellingur í sjöurugla líka. Ég er Villa í svolítið Mosó. ánægður Kóngurinn í Mosó. Frúin vill að ég hendi möllet. Nei, hún vildi bara Það er safna þetta, hárið, sko. hún sagði aldrei möllet. Sko, hún elskar yfir að skegg. Elskar hún möllet líka. Herri, en vitið þið hvað, strákar? Ég er búin að ákveða þetta núna. Ég var að fatta þetta. Sko, er ekki hægt að græja, þú veist, ef ég safna hári, þá fæ ég smá lið í hárið. Ekki krullur. Það eru svona bylgjur. Já, ef ég myndi safna Eins og surfer. Já, ef ég myndi safna, sko, ég er með liða hára. Ef ég safna alveg vel, þú veist, ég myndi Hefur safna verið með sítt hár? Nei, en ég bara, einhvern tímann, sko, sem krækja pappi líka svona, þú veist, ég fæ liði en ég er að spá, ef það er til bara, þú veist, sjampó eða eitthvað svona dót sem ég get bara verið að nota til að krulla á mér hárið. Já. Þannig að þá get ég verið, sko, ég er að spá að gera það, vinna Þetta mig er sveppar? Já, Já. krulla Þú getur ekki bara fengið permanent. Já, ég meina það, sko. Ég er Svoleiðis fýtt dót, sko. svona krulluhaug sko. Já, Ég ætla herðu, að gera það, ég ætla að vinna í þessu. við ekki fátt leðilegar en að ræða hár fyrir í spurningkeppni Gilsarans. Það er ekki? Já, Steindi vann þetta með einu stígi 2021 og Já. með einu stígi 2019. Merkilegt þú eigið þetta alltaf. Alveg svakalega. Ég veit ekki hvað ég fór þessi keppni 2020, það verið sem að hoppa yfir hana þar. Já, kannski voru í ekki glasið þar eða eitthvað félagandi, ég veit ekki. Eða þú verið á tenni eða eitthvað. Eða ég var á tenni. Það er mjög líklega. Ok, Já, ekki eitthvað svona, hún var eitthvað svo skrítin hjá þér á Þorláksmessu. Er þetta ekki eitthvað svona Nei, þetta er rauninni Af því ég bara- hrósar alltaf þegar þetta er eðlilega keppnir. Það er alveg Í skemmtilega. rauninni er ég, veist, ég bara er að spurja Já. það sem mér finnst eiga að vera inn í góðu ári, skilur. Og þú veist, og kannski finnst ykkur það ekki merkilegt, ég veit það ekki. Ok. Það sem mér finnst eiga Ég ætla að vera opinn inn í þetta. Ég ætla að Þannig bara að gera það líka. að, þú veist, Fekk mér 2 Kannski jólabjóra viltu fyrir vera þátt skrítið, ég- Já. Já. heldur eitthvað í þig með Bjögga Tór á árinu? Nei. Sendur, þannig að ég döða það. Sko, ef Já, þú meiri væri- líkur á Steinda. ef þú væri búin að rækta hana vinskap, þá væri það á punkt. Eftir að fórst í tökum við honum og þú sagður okkur að þið var áttum vinir, hefur eitthvað hert í honum síðan? Já, ég sko, jú fylgjast með Þú myndir bara ég- ringja hann og þetta hann aðra tökur, ringir ekki hann bara til að spjalla. Við getum orðað þannig að ég geti örgulega ringt hann eftir og heyrðu hvernig ertu á landinu ekki að fá okkur eitt kaldan Segðu alveg satt, hefur eitthvað hert í honum? Ekki mikið Segðu bara satt, Ég kannski ekki neitt. Nei, ég, veist, Þið eru ekki vinir. Bókaði hann í finance. Kannski eitthvað svona bara eitthvað like skilur Hefur hann likað eitthvað hér? Það held ég, já Sverðu það? Nei, Nei, af því ég veit að það er lígi. Hann hefur ekki lækað neitt. Bókaði hann í fjármálaspjall í blöggastinu. Já, bókaði. Það er Hafið langir ekki- gestur þar. Hafið ekki ágjör af Bókin. honum Já, já, Það ekki? jú Það er að segja þetta ákveðið sko. Já. Ég ætla að bóka hann aldrei sko. Nei, af því það er ekkert vinir. Hann Það var lýgur alltaf því. stein. Já, ég skal bara hljóða Varstu óvænt andlit Tenerife á árinu? Anskotin, þarna fæ ég ekki búin. Já, ég fannst það í gær þá kom allt í einu þarna einhver mynda mér frá 2010 einhverju vísisfrétt þannig að ég er orðin posterboy fyrir skoðan Ég ætla að ræði þetta í fyrst innkomu. Þetta er með því fyndanast ég lendi af því að Egil, þú sendir þessa greinin á spjallgrúpun okkar þegar hún er bara nýkomin inn, ég var ekki búin að fara inn á vísi Nei.
Og það sem finnst, ég stend inn í eldhúsi með Rakel þegar ég opna greinina og sé myndin á Steinda, einhverja 10-15 ára gamla mynd á honum, eitthvað verið að tala að norðmenn síðan hneykslast á Tenerife-ferðum Íslands. Ég var að sundskilu í einhverju garði. Já, sem ekkert óeðalegt við Tenerife. Ég sagði við Rakel, og þetta sönsa, ég sagði, ok, ég lofa þér því, það er minna en 5 mínútur í að Steindi hringi í mig. Það liður 10 sekundur og bara Steindi Junior, ég döðsi eftir því að hafa ekki tekið upp símtal. Af því að ég hef átt að spila þetta, því þetta með 15 símtal sem ég hef heyrt. Hann bara, blöð, þú varst þú bara hreinskilin. Er þetta ekki stórfurðulegt? Og ekki eitthvað svona, ég byrjaði bara strax að grenja hlátur. Ég útskýrði þér og ég er að hlæja því ég var að segja við Rakel bara, ég vissi hún myndir hringja. Já, en núna ekkert eitthvað svona kjaftaði. Þetta er furðulegt. Ég sko, auðvitað hefði átt að vera þú Egill. Þú ferð 14 sinnum árið til Tenerife. Ég er bara farið jafn ofta til Tenerife og allir þetta á Íslandi. Þú varst á undan mér. Ég farið svona 3-4 til Tenerife. Ég fór fyrst 2015. Frá því bara Það gæti spilað inn í að myndin er svona rosalegur average Joe bara stattur á tenni í góðum feeling sko. Meðan myndin hans Egils eru allt of dekoratar, það er búið að vinna í þeim Ég vinn alla myndir sko. Það myndi ekkert passa að hafa svona þessi mynd að tekja á Nokia 5110 Sian Park ræðileg mynd sko. Það er 2010. Er þetta frá 2010? Já, það var ekki til iPhone 2010 sko. Það var ræðileg mynd sko. En það er að góða við. Ég veit ekkert hvað þið fengur þessa mynd sko. Steindi spurði mig líka því við ljúum mikið hlustundum. Hvað spurði mig það stóðs fyndi? Já, það var Það vöknuði margar spurningar. Já, Steindi spurði mig en heldur, hvað, lítur þetta ekki bara þannig út núna eins og ég sé einhverjir baróttu með liður Nei, ég máli að þau Ég var alltaf Þú setja einhvern talsmaður Ég var svona talsmaður verðbólgunar. Þetta var svo fyrir Já, ég er ekki gaman að Ég döðsi eftir Þú varst þarna sko Löngu undan mér 2010. Ég og Ötti kynnust á Tenerife Kynnist í Sian Park. Þetta er ferðin sem við kynnist Sko, hlutabreiðan á Tenerife er að rúka upp. Þið kynnist í Sian Park. Já, á Tenerife. Kynnast eil á flugvillinu. Það var búið að vera svona hæ og bæ. Bara svona blessa. Steindi. Við erum góðið vinni síðan. Já, þetta er bara Ég er 2015, þú 2010, þú pakkaði með saman. Já, þú varst búin að fara 30 Já, ég er búin að fara hans oftar á stundum tíma. Ég hef ekkert farið það oft til Tenerife, sko. Nei, það er bara svo það er. Samt er þú varst að fá punktstindis. En ég er, í dag, þá er ég a posterboy fyrir Tenerife. Svona no joke, þú varst posterboy í gær. Já, það er bara flott. Og hérna, ég, sko, fyrst, ok, til að vera alveg hreinskilinn, fyrst þá opnaði þetta og ég bara, betur, hvað er í gangi? Akkur er mynda mér hana? Ég bara skildi það ekki. Já, það fór vel í töðuræðir. Nei, já, ég bara skildi það líka ekkert sko. Hafði samband við blaðamanninn. En ég var ekki fúll. Það er munurinn. Ég bara skildi það ekki. En síðan þegar fór sko, svo fekk ég ángríns á svona hálftíma. Þá fekk ég bara svona 3. Ok, ég ætla ekki það að víkja, ég ætla að segja 300. Ég fekk ángríns á þú veist, ég var bara, síminn var bara bing, 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 ég var bara að fá endalust að liði að hlæja þessu sko og þá fattaði ég líka bara hvað ég er að gleðja marga. Já, það voru allir svo glaðir og þá fór mér að finnast þetta sjálfum fyrir. Þetta var best að það var ræðið minna að gera. Ég hugsaði með mér, þetta hefur verið góður bara hrekkur í bara með þess að tekin, en þá þurfti að vera í kringum hann þegar þetta kem inn, þetta þurfti að vera þannig að þetta kem inn á vísi vitandi að ég er í kringum hann einhvers staðar. Ég fekk svona 25 skilabóð gæðir út af þessari frétt sko. Já, ég fekk svona 10. En alveg hinskilinn, ekki fúll, en I was surprised. Ok, það er 1-0 fyrir Steinda. Já, en sér kemur önnur spurning sem er nett, þannig sé follow-up. Fórstu til Tenerife á árinu? Eða ekki? Jú, við fórum allir saman. Já, alveg rétt. Nei, það var síðast árið þinn. Það var í fyrra. Það var í fyrra sko. Það voru við ekki bara í september í fyrra í hana félaga? Ég fór allavega í fjölskylduferð með stóra fjölskyldu. Já, Kristjánsferðinni. Já. En Blöð fór ekki þess, Blöð fór til Flórida. Já. Þú fór síðast með okkur. Já. Sko, enn og aftur, Steindur, þú ert að What a year. Okkur staður ekki bara fórstu til Sólaland sko. Ég varst að verður að vera tenni. Ein ástæður hann á ekkert breykið sko, Blondell, ástæður til Tenerife. Það er búin mikil umræð undarfarið með Tenerife-ferðið Íslandinga og með þess að Seðlabankastjóri er búin að vera að lesa yfir tenni á fundum undarfarið sko. Hann er að segja þess að tásumyndir þurfa að hætta. Ég er að tapa King of the Year út af tenni. Nei, og nóg eftir 2-0 undir. Og býta aðeins, Blöð. Það er næsta spurning, ég ætla ekki að segja að hún geti hentað þig vel, hún gæti hentað þig vel. Tókstu Jackson á árinu frá hann fulla Laugardalsvöll? Jú, komin á blað. Það er verið að gefa þig líka stig sko.
Sérðu, það er verið að gefa til Nei, skipti en samt, ert þú ekki lúmskur Jackson kall? Eða þú veist, þú hefði lögum tekið nokkuð stór Hvað meinar Þú hefði ekki að tekið það Ég kann ekki dansinn sko Nei, Hvað var því að tekið hann? Við setja það hattinn og hanskan Ég á bara ekki hatt og hanskan Þetta er 2-1 og þetta er En sko ég er búin að taka Jackson í Þetta verður sæðilegt að segja 30 ár Þú mátt aldrei hætta. retire En þetta var toppurinn á Jackson Nei, ferðinu ég veit meina En málega er, veist, akkur að leggja Akkur ekki retire En akkur að leggja á toppnum. Já, en það geggja Það koncept byrjaði, ángríns, þetta voru 28 ára, það byrjaði ég 14 ára í Bifröst á Sauðárkróki, tekið Michael Jackson í fyrsta sinn Þetta akkur að dansa, Akkur það stóð Bifröst á Sauðárkróki að því að var ásatíð á skólanum, Bifröst á Sauðárkróki Bifröst er félagsheimili á Sauðárkróki og það var Svo að ásatíð á tala 8., 9. og 10. bekk. Já, nei, Bifröst Nei. er félagsheimili á Sauðárkróki. Bifrost Bifrost, já. Ok. Þar tekið ég fyrsta sinn, þá er ég í 10. bekk. Nei, ég er í 9. bekk, ég er 14 ára. Tókstu Jackson fyrst í 9. bekk Já. Það er rosalegt Með hattinn og alla pakkana Já, 28 árum setna Enda og taka tekið það fyrir framann tróðfulla Laugardalshöll. Það finnst mér að ég vera svona, hey, it's time to retire. Ég meina Messi er ekki að hætta eftir heimsmeistaratitilinn Nei, menna, God gave you a talent Og þú ert ekkert að fara að retire þetta allt í unum bara þú að vera gaman Þetta er ekki. Síðast En ef við höldum annað ammali í höllinni einn daginn, ætlar það bara ekki að taka Jackson? Þú varst með einhverja pælingu, vilt halda ammal á hverju ári. Já, ég vil hvenær var samt svona- halda ammali á hverju einast ári En- Stærra og stærra og Já, stærra ég veit, geðu komið þetta Þín upplifun svona, hvað besta mómentið þú tókst Jackson Tökum alveg frá 9. bekk uppi núna Gleim höllina þess Svona er eitthvað, þú veist, þú að landa kos eitthvað staðar á króknum, ykkur diskoteki og Blondale hendur í hattinn og Besta væri þá nú eru svona pínu emotional sko. Ok, allt í lagi. Af því að það var þá þegar ég og Örvar Pálmi heitinn voru mislustjórar og ég var busi í fjölbrautaskólanum. Ok. Tók að þar, þá var ég búin að stúdera moonwalki. Þegar ég tók að í 9. bekk þá var ég ekki að moonwalka. Nei, Og svo ok. var ég bara svona, hei, busi, veislustjóri, geggjað með gaur sem ég leit mikið upp til og ákvað herðu, ég sagði við hann, ég kann að dansa hans Jackson, var ekki bara stemming að byrja á því, hann bara, jú, besta sem ég heyrt og þá var ég að horfa á Vaffa og S-bólu á pásu til að læra moonwalki fyrir þetta kvöld, þannig að það var í fyrsta sinn sem ég moonwalkaði Jackson og bara stund sem ég gleym ekki þess að láta örvari sko. En þið eru samt sko, vinahópurinn, þú, Hugi, Kös, Svessi, þið kunni allir Jackson. Já. Þannig að það hefur verið eitthvað Jackson námskeið þarna Það er grunn. Það var engin aldrei blöð bestur í sverað. því, sko Já, það er blöðu besti. Svessi er rosalega sko. Já, Svessi er þetta amazing svona He's got moves. bara freestyle dancer þú veist. Ég hef aldrei skilið það sko, því að Svessi er náttúrulega huge popstjarna. Og þegar hann er að syngja á sviði, segjum að ég væri nú bara að fara á tónleika með Svessa, akkur er hann ekki dansandi allan tíman? Af því hann er mjög góður að Ég dansa bara sko. segi- ég bara segja það miljón Þú veist, hann á að vera með headset og á að vera dansandi allan tíman. Og svo ég mæri nú Svessa aðeins meira, þá er hann man of many talents því að hann er sko dúks í starffræði, bara 10 í öllu í starffræði Hann er bara og mad. rosalegur að teikna. Já. Geðveikur að tegna Já, herðu, Og hann er borgarstjórinn í Reykjanesbæ. Hann er bæjarstjóri nei, hann er bara í bæjarstjórn. Já, hann er samt sko, þú veist, hann er samt. Herðu, Hann er hvað er bæjarstjórn- 2-1 í þessu? Já, sko, við erum þetta er bara Góður ólangt í dag útidúr þarna. Þegar við erum eiginlega bara ekki Kettin eiginlega ekki byrjuð Þannig að ég held að fólk gefa okkur slaka því að það er áramóta Já, special það er allir feskir. Tilturðu er Skrítið að var eitthvað reyðu núna því þetta farið svo Ég hægt. held að fólk er bara, þú veist, það er allir að mínus 20 sko Haldið sé eitthvað með kaldan að hlusta? Já, Ég 100%. vona það. Já. 100%. Þú veist, fólk er bara inni núna, þú veist, að hella í sig og hlusta okkur félagann, ég held Já. það Tilturðu er á flöskuborð á árinu Nei. Og ég er ekki að tala um að kaupa sjálfu flösku Af því að núna er ég að reyna- Bara tilturðu er einhver tíman yfir 12 mánuða period á flöskuborð Ég var á flöskuborð með Heiður Guðs og Lárus Veldíkudaginn Það var hálfur flöskuborð Það er rosalegt. á Guðskustónleikum Það var flöskuborð Ég held Ég fengi bara- punkt þarna Ég held ekki. Ég bara get ekki ímyndað mig hvar það var þá. Ég, Sko, það hefði Nei, þú þurft að vera- veist, Steindi, þú mátt ekki vera samt, þú veist, vitum alveg að þú, þína skoðinu og þú perður á þessari mynd þarna sem fór online einu sinni og það en veist, ekki þetta ykkur hvena sem er, varstu flöskuborði kannski Nei, ég er fann að hugsa sko þetta. reyndar, er þetta flöskuborð þá við sátum á þeim pool og við erum allir í básknum og þú kom flask, Sko, neða, það var eiginlega bara fata það voru bara bjór bjór. Ég fór örgulega svona samtals kannski 5 sinnum í bæinn á árinu. Þannig að ég hefði muna eftir að ég Já, verið með ég flösku fór bara að hugsa utanlandsferðir og það var engin flaska þar. Ég fór á flöskuborð, það er bara Já, eina af okkur þú- þrejum sem fór á flöskuborð Já, Ef ekki setja áramótaheiti Þú að ert við king of förum the year. allir á flöskuborð Nei, 2003. best áramótaheiti sem ég heyrt. Fórstu ekki nokkur sinnum á flöskuborð?
Þú ert alltaf að gera grína steind á flöskuborð þegar þú ert kongur. Þegar ég fór mér Rúrik Átó, hann neitaði að skila mér heim eftir hann að balli og ég reykjansbæ. Var ekki flöskuborð þar? Þá voru við bara ráfandum, fórum ekki að flöskuborð. Síðast voru við bara með gamla góða flöskuborð, flaska, stjörnuljós, allu pakki. En sko, við vorum alltaf skemmt á Sjallanum núna 17. des og baksviss, þá vorum við með flösku. Er það flöskuborð? Nei, það flokkast inn backstage, það er ekki flöskuborð. Þú þarfst að fá smá stjörnuljós og eitthvað stemming. Þannig að þetta verður dauðafæri við þiblu að jafna þetta, sko. Þú ert að drullaður á flöskuborð. Já, þetta er bara aldurinn. Gerður þau vel við þig og fórst til Atlantic City á árinu? Jú, í síðasta sinn. Það er staðfest, það er áramótaheiti, það fara aldrei aftur. Það er 100% að menn enda þetta. Já, það er pottitt. Bókimenni byrjar Það er enga líkur að gerist 2023. Ég lofa þér. Við rétt slöppum fyrir. Nei, betur, hvað er COVID búið lengi? Nei, það var í februar, eða ekki? Var þá COVID bara í gangi um allan heim? Það var nýbúið svona. Nýbúið, já. Búið í gæsalöpum, sömu lönd voru alltaf með eitthvað grímókið, sko. Ég ruggla alveg síðustu 2 ára saman. Það rennur bara eitt. Eiginlega síðustu 3 ára. Þetta er bara stórt COVID tímabil. Man veit ekki hvað var að gerast hvenær í hvað. Sko, 1, 2, 3, 4 eftir. Hvað er staðan? 3-2 fyrir Stenda. Okay. Og það má ekki vinna þetta með 1 punkt aftur. Nei, það var í skellur. Fekstu jólajafl þessi jólin? Nei, staðist ekki. Nei. Voru veikindi heima og eitthvað, var enga líkur ekki það hefði eitthvað verið eðilega heldur. Stendi 4-2 Það voru veikindi líka. Alveg lík. Það var annað komað veikur heima, sko. Nei, ekki svo. Ekki þannig. Róleg jól. Varstu niðurlaður og óvinnilega stóru mái árunu? Sko, þú ert að nú veit ég að það tapir samt. Þetta er basic spurning sem ég er að Ég hef ekki hitt máf. Ég hef aldrei hitt máf. Hvað þá verið hrættuð hann eins og Steinþór Róa Steinþórsson sem er eitthvað auðmikilast Nú þarf að taka tengingu og spila máva eftir það kemur. Mér finnst ángríns hann ætti að ég ætti að fá punkt fyrir að ekki verið niðurlaður. Reyndar þegar þú segja og sko akkur hann að fá punkt. Já, það er ekkit gaman að vera niðurlega mávi, sko. Nú spyrir, hvor fær punktin? 3-3. Jafna! Ég meina, akkur að tófa punkt fyrir að King of the Year niðurlegaður af takk. Ég heyrði dómnefnd og ég er sáttu við það. Nei, bara móla er vanalega hlustaði ekki á keppendur þegar þú komið eitthvað svona, en þetta var bara megaði fullkomið sens, sko. Takk. Mér finnst þetta mjög skrítið og þetta breyta stigagjöf í miðri. Nei, þetta er bara, sko, ég hlusta á fólk, sko. Fórstu annarkvort á snekkju eða engaþóttu á árinu? Nei, það er ekki gæst síðan að Eiður Smári laði takkaskona heiluna. Já, mannstu, Locarno alltaf var síðast ári en að 2000, það var ekki þessu, hvað, 2021. Já, snekkja, flokkast það sér snekkja. Já, en það er ekkert búin að vera á Abramovic snekkinni, asshole. En fyrir venjulega menn eins og Gilsa og Skóni og Gæði Rúmfattalega þá var þetta snekkja, þú lítur á snekkjuna mína sem árabátt og það er búin að vera á top 10 dýrustu snekkju heimi. Ég ætla ekki að vera leiðilegur. Málið er að sem þið fóruð á svo að pláss fyrir 4 alltaf verið sólbað okkur og hanglaðana. Þetta er bátur, þetta er ekki snekkja. Steindi og vast ekki annars, sko. Ég sá myndir heima ristaði. Þetta er ekki snekkja, Ég skemmti mig konunglega. Mér finnst samt sko að þú þarft ekki að vera einhverju snekkju. Það var ekki þyrlupallur á henni, því miður. Það þarf ekki heldur. Mér finnst lágmarkað út á snekkju að sé allavega 1 þjótt. Já, það var ekki þjóttna niður. Þetta fannst mér, sko, skipstjórinn vera nettu þjótt. Nei, þú gæst ekki sagt bara beer me. Herru, þegar ég finnur á höfn og ég sé fullt af bátum nýra á höfn og svona, þú getur farið og leið framan á þeim, sko. Það var líka hægt þarna, það mátti ekki það sveppi fór í dímuna. Já, en ég er að segja, þú veist, að það er pláss fyrir 2. Það hefur verið hægt. Já, það er pláss fyrir 2 þegar átla að liggja frá, bara, ég get leiðið á húttin á bílunum. Þetta var ekki snekk. Útbúin að niðurlega núna, flottur svo snekkju sem ég farið á æðunum, ég farið á margar. Nei, ok, ég ætla að gefa það, þetta var bara mjög huggulega bátur. Já, flottur bátur, þetta var ekki snekkja beint, sko. Það er 3-3 og var 1 spurning eftir. Og ég held að sé líklegt að Steindór fóði punktana. En þá veit ég þetta er eitthvað tengt honum. Sáðu eitthvað gæla við þig? Nei, það er dauðafæri að Blöð fóð líka punktana. Nei, hlustaðu. Sko, Steindi er mjög líklegur hana, en ég held að þú sett líka alls ekki óleiklegur. Og þetta er síðan spurning dagsins, það er 3-3. Hefur einhvern tímann á árinu skellt þér á hlið? Nú er ég actually að hugsa. Þetta er nóttar menn að rifja, sko. Það er ekkert fyrir alla svo stelling, sko. Svona án grín, sko. Steinþór, byrjum á að svara frá þér. Sko, þú lætur alltaf eins og þessi letasta stellingin. Hvað mennur það? Ég ætla bara að vera alveg hinskilinn. Svaraði nei, en ég hugsaði það. Ég var svona að reyna
Steindi, ertu að vinna þetta með punkt enn að ferðina? Þegar þú svara já, þá 4-3 og þú bara vinnir þessi 3 keppni með einu stíð. Ég hugsi takk í punkt að það gæti verið Þú ert örgulega að ljúga. Ég var löngum að skrifa punktið. Sverðu það? Já, ég ger það. Slaka það. Fyrirlusta ég er á FM 95 Blö á FM 957 og hér á FM og það ég reyni oftast að fylgja spurningkeppni Gilsarans með einhverjum virtum og góðum lið. Þú vilt aldrei fara í horsing around eftir þann? Nei, mér finnst það of mikið horsing around og hjá þér þá reyni ég að fara í sturlaða staðreyndir. Steindi, það mikið, þú vannst again. Já, takk fyrir. Við erum alltaf með einu. Já, alltaf með einu. Vinna þrísverði röð. Helviti. Alltaf áttu aðeins betra ár. Nú ákveður þú bara 2023 þitt ár. Já, ég veit alveg hvað ég þarf að gera til þess að vinna þessa keppni. Ég þarf að panta flöskuborð og fara á hlið. Og hlið og snekju. Þetta er ekkert sem er vesenverið, þú gert alltaf á það. Mikið rétt. Þetta er basically bara do it again. Já. Ég var að fara á flöskuborð á orðinu, allavega einu sinni. Já, mætti alveg skoða allt. Er ekki hittingur í okkur á þriðjudaginn að fara yfir árið og eitthvað? Flöskuborð þá? Herðu það ekki? Það verður þetta rosalegt. Það var að fund, blökastfundur. Er eitthvað sorgleira en að vera 50 með flöskuborð á þriðjudagi? Já, og hvað þá þetta eru vinnubúðir? Mér finnst þið vera að horfa full neikvæmt á flöskuborð. Nei. Mér finnst þið entertaining. Já. Það er glísið og svo blandar þið alltaf sjálfur drikk og þetta ekki ára barinn. Ef þú myndir panta það flöskuborð núna á þriðjudagi, myndir ekki kvísla svona, heyrðu þetta, við kannski sleppum bara blísum. Það er að skemmtilega við flöskuborðina. Nei, þá er þetta basically það sem þið er skemmtilegast er að monta þig og setja panta. Það er skemmtilega þegar að lappa flöskun tíðin og blísin og stjörnulósi, það er veistlan. Er ekki besta við það og situr með fólkininu og getur blandað þér í drikk? Er það blísin sem eru best í það? Stjörnulósin, jú. Það er bara þannig. Góð. Herðu, við ætlum að fara í sturlaða staðreyndir og fyrsta 80% allra innbrota eru framin af fólki á aldrinum 13-21 árs. Já. Og þegar ég las þetta, make sense. Ekki svona okkur gamlir, erfiðir þjófar? Já, það eru 20%. Já. Þannig að það eru svona old veterans, eru 20% af þessu. Þú lest ekkert mikið bara nýræður. Nei. Fjóður ykkur Þetta er oftast stela sjónvar. Reynda þegar ég var í IKEA, þegar ég var IKEA-gómur, þá var ofta að ræða við yfirmenn. Þeir vildi meina það að liðið sem stál mest var eldralið. Já, ég er að tala innbrot í hús. Já, þannig að þetta er öðru sér verslunum kannski. Já. Þannig að kannski innbrot í hús yngralið, en eldralið er að stela IKEA shit. Ég held að lið sem er að stela mikið í búðum, er þetta ekki þá einhver fíkn líka? Þetta er ekkit oft fólk sko. Winona Ryder er gott dæmi, leikona. Hún var bara með fíkn, moldrík og var samt að stela í búðum sko. Það er auðvelt að stela í IKEA, endalist á random shit sko. Já, það er ekki verið að auglýsa það sem gammal starfsmaður. Nei. Ekki stekur út í því sko. Herðu, þá er það næsta IKEA og nóga penningur sko. Bandaríski sjóher, herðu, þetta er magnað og ég tók eiginlega þessa fyrir þig Steindi. Bandaríski sjóherinn eitti $38,000 í hverja fjärstýringu á sjónauka fyrir kafbáta sína. Sem sagt ef það var að vera búið til kafbáta, það vantaði náttúrulega sjónauka. Það kostaði hver sjónauki $38,000 allt til ásins 2017 þegar þeir föttuðu að það var hægt að stýra þeim með Xbox fjärstýringu sem kostaði $30. Já, það var ágætið spartnaði síðustu 5 ár fyrir bandaríska sjóherinn. Það er gamermóli fyrir því. Það getur bara tengt fjárstýringuna við og stýrt þeim. Já. Ótrúlega þeir hafa ekki að eyða $38,000 í hvert einasta. Þú elskar fjárstýringar. Pæli hvað er fjárstýringar á gæfulistaninu maður. Já, reyndar. Þú elskar fjárstýringar. Ég er að býða eftir PlayStation fjárstýringu með back buttons. Fekst eitthvað á gæfulistaninu? Nei, hún kemur ekki hérna í janúar. Já, ég fekk hálsmenn. Við fórum yfir til blöggastinu. Ég fekk hálsmenn. Ég er eldri mann hálsmenn. Já, en það einu sem fæst á listan. Fæst eitthvað fjárstýringu? Nei, hún kemur ekki hérna í janúar. Ég fekk sólgleiru. Rosalegt. Þá er það næsta. Fólk án barna eru hamingjusamara heldur en foreldrar. Það kemur ekkert óvart. Sko, heldur að þetta sé rétt? Já, segð mér það. En þú veist, sko Sveimir þá. Ég meina, það gefur þér mikið. Keeping it real, sko. Það veldur svolítið á krökkunum, sko. Þetta getur ekki þægilegt barn og svo getur ekki krakka frá. Erfitt að vera foreldri, það er bara fyrir alla. Ég held að besta dæmi, auðvitað er besta sem kemur fyrir þér að vera foreldri. En að þurfa til dæmis bara ekki að áhyggjur af veikindum eða heilsu barnsins, þá ertu búin að létta ansi mikið af áhyggjum. Já, en mómentið samt bara, þú veist, vaknar og lögðast mótni og ert upp í sófa og ert með krakkanum að horfa og þetta er næs. Já, yndislega stundir. Já.
Já, þetta er Það er svona mismjöndi smekkur. Já, þetta er bara samkvæmt könnu. Ég get ekki þessu könnun. Sumir elskar bara að vera single og horny. Já, það er bara single. Já, ég veit fólk sem er búið að ákveða að eignast ekki börn. Já, ég veit nokkra. Hver nefndu einn? Nei, ég ætla ekki að gera það. En þú veist, það er bara velta steinum. Nei, þú veist hvað við, og þetta er bara ákvörðun. Já, ég menn ágætt ekki gert bara whatever the fuck you want, sko. Bill Maher, hann sjónsmaður, hann ætlar aldrei að spöð. Já, og hann nefndi þið bara ekki. Er ekki Ricky Gervais líka? Jó, Ricky Gervais, góða punktur. Svo er það næsta. Þessi er skemmtilega líka. Maurar leggja sig í 1 mínútu 250 sinum á dag. Þeir sofa samtals í 5 tíma og það er alltaf einhver annar að vinna á meðan. Þannig að í rauninu þeir sofa ekki, þeir leggja sig bara í 1 mínútu. Mínútu power nap. 250 sinum. Sko, ég er mikill talsmaður. Og þetta eru vist duglegustu. Já, það eru harðduglegir. Sko, ég er mikill talsmaður fyrir HG-kríunar, svo kallæri. Það er Hilmar Gunnarsson krían. Það er félagið minn í Mosó. Hann er búin að stúdera lögn. Nú er ég ekki að djóka. Og hvað hann er lögn? Því að NASA segir 27. Nei, NASA segir 27 mínútur. Nei, sko málið er, ef þú nærð bara að fara upp í sófa, og þú stóra sér orðbæð eitthvað, ef þú nærð bara að sopna í 7 mínútur, þá er bara, þú ert endurnærður, algjörlega. Þetta er HG-krían. Og er það bara, sopnar hann hvað sem er þessi meistarið? Já, ég meina, þú veist, menn bara Hvað trúur þú Hilmari Guðjóns eða NASA? Hilmari Gunnars. Ég fannst magnað að menn geti bara að loka augunum og sopna hvað sem er. Ég geti núna sopnað. Getur það? Já, ég geti núna. Og ég blösum að tala saman og fullu. Getur þú lagt á gólu og sopnað? Nei, sko, ef þið myndir núna bara byrja að tala áfram og við erum að spjalla, ég myndi aðeins fá að kúpla við út og fá að loka augunum ég myndi 100% sopna á bara svona 5 mínútum. Já, það er hæfileiki, sko. Fræðulegur í getur það. Ég er nokkuð viss, við getum ekkert að gert þetta. Ég var að prófa þetta ykkur tjáni. Ég held að þetta tala með raskatuna. Ég var að prófa þetta í vídeóþætti. Erum við another dare, hana? Já, þetta er hann fullir að hann geti sopnað og ég og þú séum í sama herbyggja að tala saman. Já, hann fullirti líka að vinna því 100 metrum og hann tæki 70 bekk og hann fullirti ímsa hluti. Kannski þyrfti ég kort eða eitthvað. Við þurfum svefnsérfræðing þá sem mælir að þú getum ekki feika og sérst í rem, við fáum bara mannesku, snúrurnar, allan pakkan og ég er bara á kantinum og ég fer bara að leggja mig og þeir stjórnir þetta. Ég get lofa að hann aldrei fór sofna, sko. Talandum að fá sérfræðing, ég fekk aftur tölvupóst frá konunum sem að spyr er ennþá on að Grindaprófið. Já. Verður ekki að klára það? Ég fá alltaf bara staðfestingu að við séum að fucking idiots og það er kannski alltaf lægi bara. Ég það ekki bara. Erum við að spá Steindi er ekki hrifin að þið, sko. Steindi er hræddastur við það. Hann hefur ekki verið lægstur, sagði. Já, ég sko, það er einhver ákveð lægstur, sko. Og við þurfum að taka það bara kassan. Er það eitthvað að skamma sér fyrir? Ég var alveg saman. Já, sko, ég veit bara, ef þetta verið viðtal hún myndi bara spjalla við mig og myndi bara finna, já, þetta er bara þetta er ekki bara í viðtal, þetta er bara miðlungsmál, þetta er ekki spjall, þú spjallar ekki út úr þessu, sko. Steindi vill að sé mjög gáður í viðtali. Nei, ég nenni ekki að fara í púsl og jöfnur og þáttun og þá geti ég þú ert að fara í púslið, sko, eða þú ert að fara í það er bara hannig. Karlmenn eru mun líklegri til þess að segja ég elska þig á undan konum og nú liggur beinast við að spyrja ykkur. En veltu það ekki á karlmennum? Sumur eru ásjókir, segja það bara á fyrsta deiti. Menn eru misromantískir. Bara fyrsta deit, ég elska þig sem er kannski ásnett. Já, vissulega. Og sumur eru hægir, segja það aldrei. Finnst ykkur erfitt að segja þetta orð? Segja þetta oft? Nei, ég segi þetta ekki oft, en þá líka meina ég að það segja. Hvor á röndan þú að segja? Ég segi þetta oft, það er enda, ég bara veit það ekki. Það er svo langt síðan. Já, ég ángríns, þetta er ekki romantíst, ég bara man ekki hvort voru undan. Manst þú það eitthvað? Nei, ég er bara ekki hugmynd, sko, ég er miður. Líklega ég voru undan. En talandum að sopna, ég sopna á fyrsta deiti. Já. Það er ekki gott. Í bíó. Já, það er bíó. En þú átt ekki að fara í bíó á deiti, þú veist, þekki sjálf það ekki, veist þú sopnar? Já, þá með minni, sko, ég var búin að vera að vinna mikið og hvort ég hef ekki verið að vinna í lauginni mikið síðan að ég var að vinna í málar, ég vaknaði 5:30 ég vaknaði saman tíma eiginlega í dag þegar ég var að vinna í lauginni varst að vinna í lauginna? Já, ég var að vinna í lauginni. Það er þetta ekki grín, sko. Það er ekkert grín, sko. Og ég satt á fremsta bekk. Við fengum lélustu ef ég var í bendandi allan daginn á penisa, ég þreyttu núna í Vistu hvað þetta skrifast það? Við fengum svo léli sæti, við sátum alveg fremst og þegar þú setur alveg fremst í bíó þá þarf þetta að lifta haustum, ég halla haustum aftur á bak. Það er ávísun og sopni strax, sko. Þú ert basically að halla. Hvernig mættur á vaktinu í bað sem baður 5:75? Mættur 6, búin 2. Hvernig varst það svo? Eða mættur 7 og búin 3. Hvernig varst í beddan? 2 vaktir, sko. Nei, þú gæst bara á því. Hvernig varst í beddan?
Þetta áður Á þessum tíma, já, 1-2 Svo var það síðasta og þessu var sérstaklega tekin fyrir þig Egill. Veistla. Ef þú hefði keypt hlutabrif fyrir $5.000 fyrir 10 árum síðan þá ættirðu núna, hefur þú keypt í Tesla þá ættirðu $269.475 Ef þú hefði keypt fyrir $5.000 fyrir 10 árum síðan í Netflix ættirðu $113.885 hefur þú keypt fyrir $5.000 fyrir 10 árum síðan í Microsoft ættirðu $43.485 og ef þú hefði keypt fyrir $5.000 fyrir 10 árum síðan í Apple ættirðu $35.445 Hvað er $35.000 mikið? Það eru sinnum 130 5M Já. Þannig að þú fengið 5 milljónir á 10 árum Heldur þú að það er ekki geta að fengið 5 milljónir á 10 árum Já, fyrir með því að sjö- fjárfesta einhver öru? Fyrir 700 skall sko Það breyta 700 skall Já. í 5 er alveg heldur Á 10 árum? Það er vel gert á 10 Já, árum ég er að Og segja sko Apple ætti nú að vera eitt örugasta fyrirtæki En við þurfum að, nú horfum við ekki í baksinspeilin Nú þarfum að horfa fram á þið Já. Næstu 10 ár takk Já, ég bara Mér finnst þetta ekki það góð ávöxtun Nei. Mér finnst þetta bara hræðilega ávöxtun Hvað ætlar að ávaksta fjöðið þitt betra? Ég meina, ef ég væri núna með 700 skall Þá gæti ég pottið búið til 5 milljónir úr á 10 ár Ég trúi ekki öðru Þú mútt endilega Er það ekki það? Er ég að Já, bylla? og þú getur sagt mér hvað það var í álur og veistlega Já, segðu mér það í leiðinu og hlustendum Já, er það ekki bara til dæmis að safna dósum í 10 ár? Hárið, það eru Dynout og Loop sem færi ykkur FM 95 blöð hér á FM 957 drengir, það er bara komið að lokum klukkan Það er er ekkert annað, 2 mínútur í 6 og að vera stemming, fljótt að líða gaman ára með ykkur, ég segi bara takk fyrir árið Bara takk Já, hérlega fyrir heyrðu, elsku árið. bestu Takk fyrir gott ár Já. og drengir, við erum að fara að keira inn í 2023 Já, og sko, við ætlum að fara yfir ímislegt líka hérna í nýjástættinum verðum við ekki aðeins að tísa þetta, Jó. við ætlum að vera með völvu Já, í blöðkastunum, næsta sko, í blöðkastunum á þriðjudaginn Það er alltaf að vera með smá uppgjör Já, já. Það er að gefa velun sem við, og veist menn fá velun Fólk Bara- ársins. Já, Já, já. sem við teljum að við erum menn ársins og og við ætlum að fara yfir okkar eigin í ásæti Já, völvan verður í FNÍ blöðar eftir föstudag, er það ekki líka? Jó. Já. En stráka, vorum við ekki að tala um að við ætlum að mæta með í blöðkastið allavega 5 má vera meira áramóteit Já, og svo er líka Markmiðslista, hérna það er þetta 5 Já, áramót. ég var meira að hugsa 3 ég er með svona 20 Já, minkaði það Það er mótalega með 20 Ég sé með ég og Púpur eru kannski með 1-2 og þú er með 20 Þetta Það er þarf svo ekki- þetta þarf ekki að vera flókið, það má vera líka bara heila að læra bindisnút, komið tími til og Nei, ekki þá svona ekki, þannig að þú maður Þá ekki heima þarna. Þú skúa þetta niður í 3 Já, ég ætla að vera segja 5 bindist út, mann. já. Svo ætti ég að sé nánast staðfest að íþróttamæður ásins okkar besti Ómar mæti í blöðkasti í spjall á þriðjudaginn Já. líka, hann er búin að vera íþróttamæður ásins 2 ári í röð og verður gaman að spjalla við hann Já, rosa fólk- háum framöndan Já, fólk er að kynnast þegar meistar aðeins betur Já, og betra að fá hann í blöðkasti heldur en í FNÍ blöða því að þar erum við með ótakmarkaðan tíma í spjall Já, erum ekki með Richie öskra á okkur fyrir að þetta ekki auglýsingarinn sko. Akkurat, en ég bara elsku hlustendur, takk kjalla fyrir hlustun árunu Þetta er búið að vera, já, bara eins og síðust Og ár ríkilega frábært. gaman, já, dýrskum þetta Vonum að 2003 verði ja, skemmtilegt Við mætum feskir eins og við sögum aðan á þriðjudaginn í blöggasti, annars er það bara á föstudaginn eftir viku, varðið varlega annarkvöld og hafið það sem allra best og gleðilt nýtt ár Æja, það er gaman að koma eitthvað geggja lag núna, þetta er eitthvað Það samsmitt þarf og ekki að- kimpi en akkur spilar ekki Þú ætti eiginlega að vera með Reino og mig Þetta var komað núna Það hefði átt að koma En þetta dinuninu er það ekki áramótalega? Countdown Það er Final Countdown Já, það er kannski við Nei, snuð ég veit það ekki Herru, þetta er eitthvað ákveðst lag, Já, já þetta er gott lag Svo er þetta bara eitthvað lag og fólk bara heldur áfram líð Gleðilegt nýtt ár og heyrumst á þriðjudaginn eða föstudaginn